Kæru fundarmenn, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin á þennan 213. fund sveitarstjórnar Borgarbyggðar og segi fund hér með settan. Fundurinn fer að þessu fram með sinni gegnum fjarfundabúnað vegna sóttvarnareglna. Til fundarins eru mættir aðalmenn Guðveig Eyglóardóttir, Sigrún Sjöfn Ámundadóttir, Davíð Sigurðsson, Silja Eyrún Steingrímsdóttir, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, Guðmundur Freyr Kristbergsson, Magnús Mári Snorrason og svo sem hér talar og stýrir fundi Lilja Björg Ágústsdóttir. Varamenn að þessu sinni eru Orri Jónsson í fjarveru Finnboga Leifssonar. Starfsmenn fundarins að þessu sinni eru Flosi Sigurðsson sviðsstjóri og Þórdís Sif Sigurðardóttir sveitarstjóri. Í upphafi vill forseti biðja fundarmennum hafa kveikt á myndavélunum allan tíman á meðan á fundi stendur og samþykkja mál ýmist með því að lyfta upp hönd eða lyfta upp rafrænni hönd. Forseti óskar eftir að fá bæta 2 málum á dagskrá fundar. Það verða þá mál númer 1 sem ber heitið lög um breytingu á ýmsum lögum tengdum málefnum sveitarfélaga og undir lið 14 sem ber heitið kosningar í nefndir og ráð 2021. Og bið ég þá fundarmenn sem samþykkja breytta fundadagskrá vinsamlegast að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Og þá er okkur ekkert að vanbúnaði og göngum til dagskrá. Fyrsti liður á dagskrá er þá liður sem ber heitið lög um breytingu á ýmsum lögum tengdum málefnum sveitarfélaga. En það er helst frá að segja að samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur tekið ákvörðun tímabundin frávik frá ákveðnum skilyrðum sveitarstjórnarlaga í þeim tilgangi að tryggja starfshæfi sveitarstjórna og auðvelda ákvarðanatöku við stjórn sveitarfélaga. En til þess að við getum nýtt slík frávik verðum við að taka ákvörðun slíkt á sveitarstjórnarfundi til þess að heimilt sé að nýta fjarfundabúnað til funda. Og það liggur, ég ætla að gefa orðið laust, ef það er eitthvað sem vil tjá sig þessa tillögun. Svo virðist ekki vera, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að nýta sér þær undanþágur sem felast í ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra 30. mars 2021, töluliðir 1-5 í ákvörðun samanber 131. greinar sveitarstjórnarlaga. Og bið ég þá fundarmenn sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Og þá vindum við okkur yfir í næsta lið á fundardagskrá en hann ber heitið skýrsla sveitarstjóra fyrirgefiði og ég gef Þórdísi sveitarstjóra orðið. Gjör svo vel Þórdís. Takk. Takk fyrir forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Þetta er núna í 3. skipti sem ég gef skýrslu sveitarstjóra og ég held að ég sé bara gríðarlega ánægð með það að hafa ákveðið að taka þetta verklega upp þar sem að það er mikilvægt að geta upplýst ykkur og íbúa svona helstu mál sem eru á dagskrá hverju sinni. En tilgangurinn er að greina frá helstu verkefnum og áskorunum starfsfólks sveitarfélagsins á hverjum tíma og þeim málum sem eru efst á baugi hverju sinni. Við vinnum enn að í fyrirkomulagi COVID-19 og þess vegna var þessi fyrsti fundilegur líka á dagskrá áðan þar sem er verið að heimila okkur að halda áfram að hafa fjarfundi og er svo heimild nauðsynleg til þess að við getum haldið fundi sem þennan. En eins og ykkur er kunnugt þá voru settar hertar reglur varðandi útbreiðslu COVID-19 og það hefur gengið mjög vel hjá skólum að aðlaga starfsemi sína nýjum reglum og starfsfólk leikskóla hefur staðið sig sérstaklega vel þrátt fyrir mikla breytingar á reglum náðist að halda öllum leikskólum opnum. Á þeim tíma var þó sérstaklega óskað eftir því við foreldra að halda börnunum heima fyrstu dagana ef að þau hefðu möguleika á. Samstarf milli foreldra og starfsmanna skóla og leikskóla hefur gengið vera mjög vel að venju og þekkum við foreldrum fyrir sýndan stuðning. Ákveðið varðandi fjármál en ársreikningur Borgarbyggðar fyrir árið 2020 verið kynntur í sérstökum lið á eftir en það er mjög ánægjulegt að sjá að rekstur á B-hluta sveitarfélagsins gekk betur en áætlun gerði ráð fyrir. Sem aðalega vegna þess að tekjur voru rúmlega 220 milljónum krónum hærri en í áætlun
og rekstrarkostnaður rúmlega 82 milljónum króna lægri en áætlun sagði til og ég vil þarna koma og þakklæti til allra starfsmanna og sérstaklega forstöðumanna með því að passa að fara ekki umfram áætlun og halda sér neðan við áætlaða fjárhagsáætlun. Niðurstaða rekstrarins var því jákvæð 112 milljónir en áætlun með viðauka gerði ráð fyrir neikvæðri niðurstöðu sem nam 191 milljón. Framkvæmdir ársins voru hins vegar 258 milljón krónum hærri en áætlað var. Og það verður þannig þá að handbært fé árslok var ekki nema 45 milljónum krónum hærra en áætlað var vegna þessara aukninga í framkvæmdum. Veltifé frá rekstri var 373 milljónum krónur eða 8,2% af tekjum sem nokkuð lægra en verið hefur undanfarin ár. Eins og áður sagði þá verður farið nánar yfir ársreikninginn hérna síðar á fundinum en þá komu fulltrúar KPMG endurskoðanda til fundarins. Á síðasta byggðarásfundi var samanburður á rekstri sveitarfélagsins fyrir fjárhagsáætlun fyrstu 2 mánuðina á árinu 2020 kynntur og þar kom fram að skatttekjur eru í takt við áætlun og sama má segja rekstrarkostnaði í flestum málaflokkum, launakostnaður í nokkrum deildum, þarfnast skoðunar þar sem hann í einhverju tilfellum hærri og komið fram úr áætlun en það virðist helst vera að ræða aukinn kostnað vegna veikinda starfsmanna. Launakostnaðurinn í heild þó innan áætlunar sem ánægjuefni. Reksturinn í heild 39 milljón krónum betri eftir þessa 2 fyrstu mánuði ársins en áætlun gerir ráð fyrir að 7% af áætluðum tekjum þessa tímabils. Á sama fundi, sem sagt á byggðarásfundi í síðustu viku, var jafnframt lagt fram yfirlit þann framkvæmdakostnað sem fallinni til á árinu, það að segja í janúar og febrúar. Það var búið að framkvæma fyrir tæpar 67 milljónir króna af þeim tæpu 341 milljónir króna sem voru áætlaðar á árinu. Við nánari greiningu kom í ljós að hluti af þessum framkvæmdakostnaði sem var búið að færa árinu 2021 var vegna framkvæmda ársins 2020 og var það leiðrétt í samráði við endurskoðendur sveitarfélagsins og lækkaði því áfallin framkvæmdakostnaður á árinu 2021 15 milljónir sem hækkaði þá að sama skapi í framkvæmdakostnaður á áætlun 2020. Það voru þarna kannski reikningar sem báru ekki nægilega með sér að hafi verið að ræða framkvæmdir á árinu 2020 en réttilega bera færa framkvæmdir þess árs á það ár sem þær verða til á. Eins og ég hef komið inn á áður bæði í þessu spjalli hérna og í öðrum fundum og upplýsingagjöf þá við að hefja gríðarlega vinnu við verkferlagerð og til þess að fyrir ýmis verkefni stjórnsýslunnar og einn af þeim verkferlum utanumhald utan fjárfestingar og eftirfylgni með fjárhagsáætlunum og fjárfestingar áætlunum og það gríðarlega stórt verkefni sem við þurfum að vinna til þess að við lendum ekki í þessum málum. Við getum þó alltaf gert ráð fyrir því að það verði einhver aukaverk og viðbótaverk sem að koma inn í svona framkvæmdir, svona stóra framkvæmdir, en það spurningum hvenær, það sem við þurfum að skýra hvenær á að grípa inn í, hvenær á að gera viðauka, hvernig getum við bætt og skýrt eftirlitið, bætt og skýrt hlutverk og ábyrgð nefndarmanna og auka upplýsingagjöf fyrirhugaðar framkvæmdir og samstarf í rauninni framkvæmda ráðs og þeirra sem eru í svona forsvari fyrir framkvæmdum. Þannig að þetta eitthvað sem við erum í rauninni að vinna nú þegar að og við erum búin að koma á fót innan stjórnsýslunnar hóp sem kemur að framkvæmdum og svo sviðsstjórar þar með og hópurinn ber í rauninni ábyrgð á þessu núna að koma þessu inn í verkferil og að passa það að kostnaður sé innan áætlunar og að viðauki sé gerður leið og við áttum okkur á að það sé nauðsynlegt eða óska eftir viðauka eða framkvæmdir stöðvaðar. Nóg framkvæmdir eins og og fjármál en sveitarstjórnarfulltrúar ásamt sveitarstjóra og fjármálastjóra hafa fundað vegna niðurstöðu rýnihóps
eigenda Orkuveitu Reykjavíkur í tengslu við gjaldskrár í Borgarbyggð vegna fráveitu og vatnsveitu og eignarhlutur Borgarbyggðar í OR eða Orkuveitunni. Tilgangur umræðina að kanna hvort það séu leiðir til þess að lækka gjaldskrár Orkuveitunnar í Borgarbyggð í samræmi við gjaldskrár Orkuveitunnar á Akranesi og í Reykjavík. Það enn unnið að málinu og í rauninni ekkert sem ég get sagt frekar að svo stöddu en við þurfum að halda áfram þessari vinnu og halda þétt á spöðunum þarna. Það eru nokkrar breytingar sem eru að fara að eiga sér stað í skipulags- og byggingadeild og hafa nú þegar eða í dag verið auglýst 3 störf við deildina. Að ræða starf byggingafulltrúa og 2 störf verkefnastjóra, annars vegar varðandi skipulagsmál og hins vegar varðandi byggingamál. Og þessi auglýsing núna komin inn á heimasíðu Borgarbyggðar. Það hefur nokkuð verið talað vindmyllur og friðlýsingar á Borgarveginum. Núna varðandi vindmyllur þá hefur lýsing vegna breytingar á aðalskipulagi vegna vindmylla á Grjóthálsi verið kynnt opinberlega og almenningur haft tækifæri til þess að koma með athugasemdir og leita hefur verið umsagna Skipulagsstofnunar og annarra umsagnaraðila. Lýsingin var jafnframt kynnt aðliggjandi sveitarfélögum en lýsing eins konar svona verk áætlun mótun tillögu af verulegri breyting á gildandi aðalskipulagi. Og þar sem tildrögum og forsendum skipulagsgerðarinnar lýst og tilgangurinn meðal annars að tryggja að almenningur og hagsmunaaðilar geti komið að skipulagsferlinu á fyrstu stigum og stuðli að gagnsæi. Kynningatími lýsingar vegna vindmyllu á Grjóthálsi nú lokið en það hafa ekki allar umsagnir komið fram og við að hinkra í rauninni eftir þeim. Þegar þær eru komnar í hús mun skipulags- og bygginganefnd og sveitarstjórn taka þær fyrir, þó þarf ekki að svara innkomnum ábendingum formlega heldur verða teknir fyrir í rauninni vinnslunni. Í framhaldinu ákveður svo sveitarstjórn hver næstu skref eru. Endurskoðun aðalskipulags Borgarbyggðar svo hafin og var lýsing skipulagsverkefnis kynnt almenningi og hagsmunaaðilum síðasta sumar. Skipulagsstofnun mælir með því að mótun stefnu nýtingu vindorku verði tekin inn í viðfangsefni endurskoðunarinnar og það atriði sem við erum að skoða í þeim efnum. Við fundum áðan sveitarstjórnarfólk og valdir starfsmenn Borgarbyggðar með Umhverfisstofnun friðlýsingu Borgarvágsins og fengum í rauninni yfirferð á umsögn stofnunarinnar við athugasemdum friðlýsinguna og yfirlit yfir ferlið. Það sem sagt bara í rauninni vilji til þess að hjá Umhverfisstofnun til þess að gera skilmála varðandi friðlýsinguna sem standast tímans tönn og en ekki þannig að það sé verið að banna alla nýtingu eða viðveru á leirunum. Það verður hægt að það voru ýmsar svona athugasemdir sem komu fram sem að verðu kannski það hvort það mætti labba yfir leirunar eða á leirunum að sumri til og fara í leðjubolta og það verður ekki bannað. En við getum ennþá kastað leðju á Brákarhátíð. Skilmálanir munu gera ráð fyrir að landsvæði verið friðlýst sem friðland og þegar að fram bara dregur í þessu ferli og það verður komin í rauninni tillaga að friðlýsingu þá munum við halda íbúafundi. Ég ætla ekki að hætta í dag án þess að tala húsnæðismál enda eru þau búin að vera mjög stór partur af þessari skýrslu undanfarnar vikur eða mánuði. Varðandi Brákarey þá skýrsla Verkís komin fram. Við erum svona aðeins að skoða uppsetninguna á henni hvort við teljum að það þurfi aðeins að breyta en sveitarstjórnarfólk hefur fengið þessa skýrslu Verkís í hendurnar. Næstu skref að fá kynningu á skýrslunni og funda svo með leigjendum í húsnæðinu en í rauninni ljóst eins og við höfum svo sem vitað að það þarf að vera það þarf að fara í verulega uppbygging á húsnæðinu til að uppfylla allar kröfur. Kleppjárnsreykjadeild grunnskóla Borgarfjarðar, það var beðið eftir skýrslu Eflu vegna þess hluta Kleppjárnsreykjadeildar sem ekki var skoðað áður. Það eru komnar fram, sú skýrsla er komin fram og í þessum töluðu orðum fundir með foreldrum og starfsfólki þar sem verið að kynna niðurstöðu skýrslunnar.
En athugasemdirnar voru helstar þær að það voru lekið með fram hurðum og gluggum og innfellt niðurfall, en ég kannski greini ekki endilega frá öllu núna, en það er þegar hafin lagfæring á helstu svona göllum eða vanköntum. Og við munum halda áfram að skoða hvaða leiðir við förum þessu. Það er jafnframt komin skýrsla á út yfirferð efli á nýrri hluta húsnæðisins í Ráðhúsinu. Hún ber með sér nokkurn raka á annarri hæð og sem að tengist meðal annars leka frá þaki. Og eftir mat á mögulegum framkvæmdakostnaði var ákveðið að fyrsti kosturinn yrði skoðaður að bjóða í húsnæði Arion banka fyrir starfsemi Ráðhússins sem að væri jafnframt með möguleika kannski á annarri að setja aðra starfsemi þar inn. En það mál verður tekið fyrir og eftir. Starfsemi áhaldahússins hefur verið færð úr Brákari í Borgarbraut 55, svona tímabundið og á meðan að við leitum að svona framtíðarhúsnæði fyrir áhaldahúsið og enn fremur tímabundið húsnæði fyrir öldina á Borgarbraut 65. Dósamóttökan er óleyst en við erum að vinna hörðum höndum að því að í þessum húsnæðismálum og erum að reyna að hugsa þau heildstætt og það er á meðal má nefna húsnæðismál slökkviliðsins. Þá húsnæðismálum er lokið núna. Samstarfið Skorradalshrepp, við erum að vinna og áætla að funda með Skorradalshrepp vegna áframhaldandi þjónustuveitingu Borgarbyggðar við Skorradalshrepp en hingað til hefur Borgarbyggð undanfarin ár hefur við veitt þjónustu varðandi brunavarnir, félagsþjónustu, leik- og tónlistarskóla og safnamál. Það stendur til að fara í stóra markaðsherferð sem mun standa frá apríl til ágúst sem er í samræmi við markaðsstefnumótunina sem var gerð í fyrra, sem er bara virkilega ánægjulegt. Þá er áhersla lögð á að kynna sveitarfélagi sem vænan búsetukost og sem áfangastað fyrir innlenda og erlenda ferðamenn. Það eru unnið með mismunandi kynningarefni, ljósmyndir, myndbrot og vitnisburð íbúa og lögð áherslu á að kynna þá innviði, flottu innviði sem að fyrirfinnast í sveitarfélaginu. Til dæmis það að í sveitarfélaginu getur stundað nám á öllum skólastöðum og það er þessi stórbrotna náttúra sem við þekkjum öll fjölbreytt þjónustu og afþreying fyrir alla aldurshópa. Og þetta er í rauninni innri og ytri markaðsherferð. Lokum langar mig að minna á árlegt hreinsunarátak sem verður á milli 20. og 27. apríl og þrátt fyrir að það sé mikill snjór á jörðu í dag og vonum við að það verði farið að vora þá. Í hreinsunarátakinu verður komið fyrir gámum í þéttbýli utan Borgarnes en það er stutt fyrir okkur hér sem erum í Borgarnesi að fara á gámastöðina en gámarnir eru fyrir gróður, timbur, málma og rusl. En annað var það ekki í bili. Takk fyrir. Takk fyrir þessa yfirferð Þórdís. Þá vindum okkur í þriðja liðið á fundardagskrá en hann ber heitið ársreikningur 2020 og er númer 2012-131. En undir þeim lið fer fram fyrri umræða ársreikning Borgarbyggðar en honum var vísað til sveitarstjórnar á 558. fundi byggðarráðs Borgarbyggðar. Ætla Haraldur Örn Reynisson og Halldóra Pálsdóttir frá KPMG að fara yfir reikninginn og helstu niðurstöður áður en lengra er haldið. Að því loknu verður gefið laust orðið. En gjörið svo vel, Haraldur og Halldóra. Forseti, það er sveitarstjórnarmenn og gestir. Komið sæl, Haraldur er hérna megin. Ég var að velta því fyrir mér að deila með ykkur ásetningsforminu á skjá. Er nokkuð því til fyrirstöðu? Þannig að þið sjáið ásetningin væntanlega á skjá hjá okkur núna. Við ætlum nú að skipta þessum verkum þannig með okkar við Halldóra að ég renni svona yfir ásetningin tölulega og í framhaldinu myndi Halldóra koma og renna yfir endurskoðunarskýrslu og helstu niðurstöður úr þeirri vinnu. Nú, við skulum bara vinda okkur hér beint í rekstrarreikning ársins. Við vil hins vegar benda ykkur á að í skýrslu og áritun sveitarstjóra og sveitarstjórnar, þar er náttúrulega fjallað rekstrarniðurstöðu, stöðu eigin fjár og einnig verið að vísa
svo kallaða COVID-skýringu, það að segja áhrif sem að COVID hefur haft á rekstur sveitarfélagsins og bara fyrir áhuga sem gott að greina það. Ég held að það sé svo sem rétt eins og sveitarstjórinn okkar kom að Þórdís að þá hefur COVID, hann hefur haft víðtæk áhrif á rekstur sveitarfélaga en það fellur ansi misjafnlega til. En ef við rennum okkur bara yfir tölurnar að og byrjum bara á A-hlutanum og förum síðan yfir samstæðuna í rekstrarreikningnum. En heildartekjur A-hlutans eru rétt 4,1 milljarður og töluvert hærri heldur en hefðu gert ráð fyrir í áætlunum 2020 með viðaukum. Skýringarna helst að leita í því að það að útsvar og fasteignaskattur eilítið hærra heldur en hefðu gert ráð fyrir. En stærsta frávikið í framlögum jöfnunarsjóðs þar sem þau reynast í árslok vera töluvert hærri heldur en áætlanir höfðu gert ráð fyrir. Kannski ekki rétt að bara ítreka það að jöfnunarsjóðurinn hafði boðað töluverðan niðurskurð í framlögum sínum á árinu 2020. Þannig að það var ekkert í höndunum við fjárhagsáætlunina sem menn höfðu til þess að áætla þetta eitthvað nálægt þeim tölum sem höfðu verið 2019. En svo raunin svo að sveitarfélagið fær framlög frá jöfnunarsjóði upp á rétt 1,1 milljarð sem bara rétt í kringum sömu fjárhæðina og við vorum með að horfast í augu við á árinu 2019. Þannig að sem jákvætt. Þannig að tekjurnar þið eruð yfir í heildartekjum A-hlutans með það sem menn gerðu ráð fyrir í fjárhagsáætlun og það eilítill vöxtur líka á milli ára. Nú laun og launatengd gjöld, þau eru eilítið hærri heldur en menn höfðu gert ráð fyrir í áætlun með viðaukum og það rétt að hafa það í huga að á árinu að taka gildi kjarasamningshækkanir auk þess sem að orlofsréttur starfsmanna ríkari sem að veldur hækkun á reiknaðri orlofsskuldbindingu sem gjaldfært þá inn á árinu. Lífeyrisskuldbindingar, þarna þá gjaldfærsla vegna breytingar á milli ára. Það 87,1 milljón, áætlun með viðaukum hafði gert ráð fyrir nokkuð hærri fjárhæð en þetta hins vegar hærra heldur en árið á undan 2019 þegar hækkunum var 58,8 milljónir. Vek enn og aftur athygli á því að það flókið og vandasamt verk að mynda sér skoðun á og reikna einhverjar væntar breytingar á lífeyrisskuldbindingum en svona almenn hækkun á vísitölu lífeyrisskuldbindinga opinberra starfsmanna rétt 9%. Nú annar rekstrarkostnaður, hann eilítið lægri heldur en menn höfðu gert ráð fyrir í áætlunum með viðaukum. Þannig að þegar við horfum á rekstrarniðurstöðu fyrir afskriftir þá sjáum við að þessi aukning í tekjum, það að segja tekjum umfram það sem menn höfðu gert ráð fyrir í áætlunum með viðaukum, hún að skila sér beint niður í rekstrarniðurstöðu A-hlutans. Og rekstrarniðurstaðan fyrir afskriftir jákvæð 235,4 milljónir en þið höfðu gert ráð fyrir tapi fyrir afskriftir upp á tæplega 7 milljónir. Og þetta þá í raun og veru sveifla 240 milljónir rétt rúmlega. Nú afskriftirnar nokkuð bara á pari við það sem menn höfðu áætlað og ef við förum síðan handa niður í fjármálatekjur og fjármagnsgjöld þá eru þau eilítið lægri heldur en menn höfðu gert ráð fyrir í áætlunum með viðaukum. Og það svo sem engum blöðum það að fletta að lánskjör eru töluvert betri í dag heldur en þau voru eða hafa verið undanfarin ár. Þannig að rekstrarniðurstaða A-hlutans jákvæð upp á 90,2 milljónir en þið höfðu gert ráð fyrir rétt 190 milljón króna tapi á árinu. Sem betur fyrir rætist ekki og við komum kannski aðeins nánar að því þegar við rennum okkur gegnum sjóðstreymið og þarna erum við að tala mismun sem hátt í 280 milljónir. Rennum okkur bara hratt yfir samstæðuna í heild sinni. Heildartekjur þar eru 4 milljarðar og 560 milljónir, nokkuð hærri og það skýrist náttúrulega fráviki frá áætlunum skýrist mestmegnis vegna A-hlutans. Nú heildargjöld, það að segja þá án afskrifta og fjármagnsgjalda eru 4 milljarðar 226 milljónir. Það lægra heldur en menn höfðu gert ráð fyrir í áætlunum með viðaukum. Þannig að rekstrarniðurstaða samstæðunnar hjá sveitarfélaginu jákvæð 113 milljónir tæpar en þið höfðu gert ráð fyrir rétt rúmlega 190 milljón króna tapi. Auðvitað þetta nokkuð frábrugðið frá rekstrarniðurstöðu fyrra árs
en enga síður þetta jákvæð afkoma í mjög krefjandi rekstrarumhverfi. Ef við förum síðan næst bara yfir í efnahagsreikninginn og ég ætla nú ekki að þylja hverja einustu tölu hér, heldur ætla svona að stikla á stóru yfir helstu lykilstærðirnar. Varanlegir rekstrarfjármunir, þeir aukast í A-hlutunum á milli ára og rétt 5,5 milljarðar. Það að segja að fjárfestingar eru nokkuð umfram þær afskriftir sem færðar eru til gjalda í rekstri. Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, þið takið eftir því að þeir eru lægri heldur en árið áður. Það ekki vegna þess að það sé búið að selja einhvern eignarhluta í A-hlutanum, heldur þarna að ræða varúðarniðurfærslu á eignarhlut aðalsjóðs í reiðhöllinni Vindási. Þessu síðan bakkað út í samstæðufærslu þannig að þið sjáið að stofnframlög og eignarhlutir í félögum eru ekki að taka neinum breytingum í samstæðunni í heild sinni, eru áfram 888,6 milljónir. Nú fyrirfrekandi kostnaðurinn, þetta sem sagt framlagið til brúar, það hreyfist bara niður og við í samræmi við reglur þar og gjaldfærsluna, á þessi árlegu gjaldfærslu. Nú langtímakröfur í A-hlutunum, þið takið eftir að þær eru 0 í ár, voru 84 milljónir árið 2019. Þarna birtist okkur það að Orkuveitan að greiða upp lánið sem að hún Borgarbyggðaveitunni á samt öðrum eigendum í tengslum við verkefni sem þar var. Nú veltufjármunir samtals eru 808 milljónir og hafa aukist lítið á milli ára og kannski til að benda sérstaklega á það takið eftir að skammtímakröfur á eigin fyrirtæki hefur hækkað nokkuð á milli ára, komið í 238,3 milljónir og var árið áður 171. Þetta skýrist fyrst og fremst af því að aðalsjóður að lána ljósleiðaraverkefninu fjármuni og af því að hann náttúrulega í færum það, að þá það skynsamlegt til þess að spara vexti út fyrir samstæðuna. Síðan þegar það verkefni klárast, þá klára menn fjármögnunina á þessu verkefni og skila þá mögulega einhvað af þessum fjármunum tilbaka. Samstæðan í heild sinni, þá erum við náttúrulega komin inn með B-hluta fyrirtækin sem að getið svo sem hver eru og þið þekkið reyndar ágætlega og vil bara benda ykkur á sundurliðana bókina sem að listar ágætlega upp þessar einingar og þið þekkið þetta allt saman, þannig að ég ekkert að fara mjög ítarlega í þetta en þarna sjáum við þessar einingar sem að koma þá inn í B-hlutanum og það misjafn reksturinn á þeim á árinu 2020 þó svo að þau samantekið eru B-hlutafyrirtækin að ekki að draga afkomu samstæðuna neitt niður. Já, þannig að handbært fé samstæðan í heild sinni 200 milljónir eða 206 milljónir, þið takið eftir því þarna, nú ég komin yfir á B-hlutan og þar af á aðalsjóður 74 milljónir rétt rúmlega handbærar en restin öll inn í Menntaskóla Borgarfjarðar og rétt að hafa það bara í huga, það náttúrulega ekki handbært fé sem til ráðstöfunar í almennt rekstri sveitarfélagsins heldur tilheyrir þeirri einingu. Nú ætla ekki að dvelja lengur hér við þetta og það náttúrulega vísað í skýringanúmerunum, verið að vísa mönnum í ítarefni, þannig að það sem fjallar bæði reikningsskila aðferðina sem verið að beita, en einnig hægt að finna þar nánar í sundurliðun, til dæmis eins og á fjárfestingum ársins í skýringu 8, bæði eru við með hreyfinguna á heildinni en einnig fjárfesting ársins skipt niður á einstaka verkefni. Nú horfum hér bara á samstæðan í heild sinni, eigið fé sveitarfélagsins 4,4 milljarðar og breytingin á því náttúrulega bara afkoma ársins og svo erum við með endurmat á lóðum og lendum líka vegna hækkunar á þeim hlutum og hlutdeild minni hluta, þið takið eftir því að hún lækkar þarna á milli ára og 44,4 milljónir, var 53,7 milljónir. Þetta einfaldlega vegna þess að það tap á þessum dótturfélögum sem við erum að færa hlutdeild í umfram hlutdeild í jákvæðri afkomu annarra og það nú talað þetta líka í skýringu 13. Nú lífeyrisskuldbindningin hún hækkar enga síður þó hún hafi ekki hækkað eins mikið og við reiknuðum með í fjárhagsáætlun eða sveitarstjórn
að þá nemur hún langtímahlutina henni 993 milljónum og fer úr 938. Það voru tekin langtímalán á árinu umfram það sem að var greitt af þeim, þannig að langtíma skuldir, eða það að segja það sem kemur til greiðslu 2022 og síðar eru rétt rúmir 3 milljarðar, en næsta árs afborganir áætlaðar eru rétt tæpar 300. Þarna erum við komin og verið kannski bara og gott að tengja okkur þá við sjóðstreymi sveitarfélagsins vegna þess að þegar við menn horfa fram á veginn og Halldóra setur það örugglega í samhengi, það að segja rauntölurnar við samþykktar fjárhagsáætlanir á eftir, en þá svona, það ákveðin hlutir sem við eigum að horfa sérstaklega til og það náttúrulega fyrir það fyrsta að sveitarfélagið sé með annarkvort veltufjármuni til að standa við greiðslu þessara skammtímaskulda og svo það þá í sjóðstreyminu að það sé að verða til nægir fjármunir í rekstri til þess að standa undir afborgunum langtímalána og best náttúrulega að það sé gott betur en það vegna þess að þá getur mann ráðstafað eitthvað af þessum fjármunum til fjárfestingar og þurfi ekki að vera fjármagna fjárfestingar með lántöku. Ég ætla ekki að þó að ég viti það að þetta er fullt af tölum og bráðskemmtilegt, þá skulum við bara fara yfir samstæðin í heild sinni hérna. Og eins og Þórdís kom að áðan, þá veltufé frá rekstri 373,2 milljónir, töluvert meira heldur en menn hefðu gert ráð fyrir í áætlunum með viðaukum. Það þýðir það að reksturinn að skila ykkur, ætti að vera að skila í vasan 373 milljónum. Þegar búið að taka tillit til svona gjalda sem hafa verið gjaldfærðin og komið til greiðslu hins vegar reikningar í árinu 2021 og einnig tekjum sem hafa verið tekjufærðar en innheimtast ekki fyrir árinu 2021, þá erum við þarna rétt 400 milljónir sem svo kallað handbært fé frá rekstri. Og þetta 300 milljón króna hærra heldur en áætlan hefur gert ráð fyrir með viðaukum. Og þá komum við niður í þessar fjárfestingarhreyfingar, það að segja í hvað, og svona í einföldustu myndinni þá getum við sagt í hvað voru þessi fjármunir þá notaðir. Þessar 400 milljónir sem að reksturinn var þá að skila. Það fóru rétt tæpur milljarður eða 996 milljónir fóru í fjárfestingar á árunni hjá okkur og eins og Þórdís kom áðan líka þá það nokkuð umfram áætlanir með viðaukum. Þannig að síðan erum við með innheimt gatnagerðargjöld upp á 15,4 milljónir, við erum með söluverð og rekstrarfjármunum upp á 29,9 milljónir og svo erum við með langtímakröfu breytingar sem eru þá greiddar langtímakröfu til sveitarfélagsins upp á 79 milljónir. Þegar búið að taka tillit til þessa, þá eru fjárfestingarhreyfingar samkvæmt sjóðstreymi sveitarfélagsins að draga til sín 872,3 milljónir sem og munurinn þarna vegna þess að menn eru í meiri fjárfestingum heldur en hafði verið ráð fyrir í áætlunum. Þá komum við niður í fjármögnunarhreyfingarnar vegna þess að það nokkuð ljóst að þessar 400 milljónir sem reksturinn var að skila dug ekki til þess að borga þessar 872 milljónir sem var ráðstafað í fjárfestingarhreyfingum. Þannig að það eru tekin í langtímalán upp á 650 milljónir eins og gert var ráð fyrir í áætlun með viðaukum. Og það eru afborganir á langtímalánum upp á 243 milljónir sem bara rétt mjög nálagt því sem mann hefði gert ráð fyrir í áætlunum sínum. Þannig að fjármögnunarhreyfingarnar eru að skila ykkur fjármunum, það að segja þá lántökur umfram afborganir 438,9 milljónum og þar af leiðandi lækkunin á handbæra fénu, hún ekki öll, hún kemur ekki öll fram þessi sem þið ráðstöfuð í fjárfestingar. Það fer ekkert beint niður í lækkun á handbæru fé, heldur lækkar handbært fé 33,6 milljónir og staða handbærs fjár í árslok þá 206 milljónir. Af hverju erum við að tala svona þetta? Það vegna þess að það náttúrulega hægt að segja, ef að menn á sama tíma hefðu verið aukið í útgjöld í sveitarfélögum langt umfram það sem að reynir síðan koma í kassan í gegnum tekjurnar og tekjur sem að menn var erfitt að gera ráð fyrir eins og framlög jöfnunarsjóðs. Ef menn hefði farið langt fram úr sér í kostnaði, reksturinn hefði ekki skilað, hefði mögulega skilað eins og áætlanir með viðaukum gerðu ráð fyrir það 100 milljónum, þá hefðu menn þurft að grípa til frekari lántöku til þess að fjármagna þessi frávik í fjárfestingunum. Þannig að þó að menn hafi fjárfest meira heldur en gerðu ráð fyrir samkvæmt áætlunum, þá lendið ekki í því að þurfa að vera að bæta í lántökur.
þetta svona, svo koma hér á eftir skýringar og ítarlegra efni eins og ég var að benda ykkur á og það kannski einna helst sem við svona bendum á við fyrir á þessu skýring 7. Þar, hún gefur ágæta mynd af því sem að gerast í einstaka málaflokki og sjóðum og þannig að það gott að glöggva sig á því hvað það sem er að hreyfast frá áætlunum með viðaukum og þið sjáið hér að það svona megnið til að þessu liggur þetta bara hér í skatttekjunum eins og við höfum getið áður. Og síðan hér vil ég bara líka geta þessari skýringu kemur hérna fram þessi bakfærða niðurfærsla á eignarhlutnum í dótturfélaginu, það að segja eignarhlut aðalsjóðs í Reiðhöllinni Vindási. Hér á eftir koma síðan skýringar sem að þið rýnið og þá fjárfestingarskýringin einnig og bara það svona hér fyrir neðan verið að skýra helstu frávik í þessu og takið örugglega umræðu þetta síðar. Lykiltölur og annað kemur á eftir en aðeins hoppum hérna yfir í sundurliðunarbókina sem svo sem ekki hluti ársreikningsins en eins og ég sagði áðan gefur góða mynd af svona heildinni sem að gerast hjá okkur. Og ég held að sé ekkert ástæða til þess að vera að renna yfir nema nokkur B-hlutafyrirtæki sem eru í samstæðinu vegna þess að sveitarfélagið með ákveðna markmiðasetningu að tryggja fram á veginn svona fjárhagslegt sjálfstæði og sjálfbærni B-hlutafyrirtækja. Þess vegna gott að taka svona stöðuna bara á þessu. Við sjáum að svartpeningin ekki með tapi upp á 25,3 milljónir þrátt fyrir að hún hafi fengið til sín framlög frá aðalsjóði upp á 12,1 milljón. Félagslegu íbúðirnir eru í eilitlu tapi, Hjálmaklettur með rekið með hagnaði en það má eiginlega segja að hann hafi allur orðið til við framlagi frá aðalsjóði og má þá velta því fyrir sér hvort að menn vilji hreyfa þetta framlag fram á við og mögulega lækka það ef einingin orðin algjörlega sjálfbær. Menntaskólinn rekinn með afgangi sem og nemendagarðarnir. Fasteignin Brákarhlíð, það að segja húsnæðið sem að dvalarheimilið rekið í með eilitlu tapi upp á tæplega 4 milljónir og síðan þá Reiðhöllin Vindási, hún með tap upp á 24,9 milljónir og ég vil bara fara yfir það hér sérstaklega að þetta tilkomið vegna varúðar niðurfærslu á kröfu sem gagnvart leigjanda á fasteigninni. Það skýrir að megninu til þetta mikla tap. Síðan það þá ljósleiðarinn, hann þarna með eilítið tap upp á 2,4 milljónir. Höfum það í huga að ljósleiðarinn svona að komast í tekjuaflandi ástand, þar að segja það eðlilegt að það ekki mikið af tekjum þegar að ekki búið að klára framkvæmdirnar og áætlanir sem höfðu verið gerðar fyrir verkefni gera ráð fyrir því að þegar þetta kemst á full syng þá sé þetta sjálfbær eining algjörlega. Og síðan þá fjallskilasjóðirnir með eilítið tap. Og þetta leiðir sig síðan allt inn í samstæðureikning sveitarfélagsins sem vorum að fara yfir. Spurning hvort að við viljum taka spurningar núna rétt áðurna eða eftir að Halldóra fer yfir endurskoðunarskýrsluna. Ég leyfi ykkur að velja það bara. Já, ég skal grípa boltan. Ég held að sé ágætt að förum yfir endurskoðunarskýrsluna og tökum svo umræður. Glæsilegt, Halldóra, þá slekki ég hér á þessari deilingu hjá mér. Sælveriði, forseti sveitarstjórnar gestir, ég ætla að fá að deila hérna á skjá með ykkur endurskoðunarskýrslunni og renna mér yfir hana. Það ætti hún að vera búin að birtast ykkur hérna. Og hér bara svona, fyrst til að byrja með bara inngangur og efnisyfirlit yfir það sem í skýrslunni
Og síðan á næstu síðu þá þetta svona bara skilgreiningar á sem sagt á gæðum í endurskoðun og eftir hverju við erum að fara við þeim stöðlum sem við erum að vinna vinnuna okkar við. Og síðan þá hér komið að niðurstöðum endurskoðunarinnar og það fyrst áherslur í endurskoðun. Við leggjum áherslu á innra eftirlit og sniðgöngu stjórnenda á eftirliti. Það stjórnsýsla endurskoðun, það áhrif heimsfaraldursins vegna COVID-19 og atburðir eftir reikningsskiladag og síðan önnur atriði eftir því sem við á. Það óleiðréttir mismunir. Við setjum okkur ákveðin mikilvægismörk sem fer í nánar á eftir og upplýsum ef er að ræða óleiðrétta mismuni, en það komu engir óleiðréttir mismunir fram við endurskoðunina. Umfang endurskoðunar, hún nær yfir samantekið reikningsskil á B-hluta, þannig að það sveitarsjóður og allar stofnanir og fyrirtæki. Síðan það veikleikar í innra eftirliti. Þarna eru svona meginniðurstöður og það fjallað nánar niðurstöður okkar síðar í skýrslunni. En það þarna verulega veikleiki vegna innra eftirlits aðskilnað starfa. Hann ekki fullnægjandi. Síðan það veikleikar í stjórnsýslu og þar einn verulegur veikleiki sem kom upp við könnun okkar á stjórnsýslu sem við förum nánar yfir á eftir. Og síðan ófrágengin mál sem verða kláruð samhliða seinni umræðu á ársreikningi og það staðfestingarbréf stjórnenda, afgreiðsla á áritun sveitarstjórnar, undirrituð áritun endurskoðenda og síðan loka útgáfa af endurskoðunarskýrslunni en hún í drögum bara núna eins og staðan núna. Síðan þá á næstu glæru, þar fjallað nánar þessi mikilvægismörk en samkvæmt endurskoðunarstöðlum þurfum við að setja okkur mikilvægismörk þar sem við setjum hver ásættanleg skekkja í ársreikningi og mikilvægismörkin fyrir reikningsskilin í heild 130 milljónir og mikilvægismörk fyrir einstaka liði reikningsskilana 98 milljónir. Og við upplýsum alla mismuni, óleiðrétta mismuni sem að fara yfir 6,5 milljónir en það voru engir mismunir, óleiðréttir mismunir yfir þeim mörkum. Síðan það hér áherslur í endurskoðunni, það innra eftirlit og fjárhagskerfi en það veigamikill þáttur í að tryggja áreiðanleika fjárhagsupplýsinga og örugga meðferð og vörslu fjármuna til þess að koma í veg fyrir villur, mistök eða misnotkun. Og viðbrögð við þessu fyrirspurnir yfirferð fundagerða, lykilferlar yfirfarnir, aðgreining starfa, könnuð. Og við þessa skoðun okkar komum við að þeim niðurstöðu að það veikleiki að aðalbókari og sviðsstjóri fjármálasviðs bæði með greiðsluheimild í fyrirtækja banka sveitarfélagsins ásamt því að vera með bókunaraðgang í fjárhagsbókhald og heimild til samþykkis kostnaðarreikninga en á þessu gerð frekari skoðun sem kemur síðar en samhliða þessu þá höfum við komið ábendingu til stjórnenda. Síðan það mögulega sniðganga stjórnenda á eftirliti en það skylda okkar að skoða hvort stjórnendur hafi sniðgengið eftirlit og við leggjum mat á virkni eftirlitsaðgerða með færslum og lokafærslum og metum breytingar á milli ára og framkvæmum aðrar skoðanir til að kanna þetta og það engar vísbendingar sniðgöngu stjórnenda. Síðan það stjórnsýsluskoðunin, en það samkvæmt lögum skylda að framkvæma slíka skoðun og við hana meðal annars tekin viðtöl við stjórnendur, það lesna fundagerðir og fleira. Og við þessa skoðun kom fram ein veruleg athugasemd og hún lýtur að útgjöldum vegna framkvæmda ársins sem voru umfram samþykktar fjárheimildir
án þess að formlegi viðaukar hefði verið gerðir við fjárhagsáætlun. En eins og komið fram í máli Þórdísar hérna áðan þá höfðu stjórnendur upplýst okkur að vinna væri hafin við úrbætur á ferlum og eftirliti til að bregðast við þessari athugasemd. Síðan kemur hér á eftir að þá erum við með svona nálgun okkar á einstaka liði ársreikningsins við endurskoðunina og þið getið bara kynnt ykkur þetta betur en það voru engar athugasemdir sem að við gerðum og ég vil kannski bara svona vekja athygli ykkar á blaðsíðu 19 að þar er verið að fjalla um dómsmál sem að framkoma í skýringum með ársreikningi en það er vegna kröfu fyrrverandi sveitarstjóra en málið hefur ekki enn verið dómtekið. Og síðan hér fyrir aftan að þá er hérna ítarefni og þá hérna fyrst svona listaður upp upplýsingar sem okkur er skylt að veita sveitarstjórn og samhliða endurskoðun á ársreikningnum og vil kannski bara svona vekja athygli ykkar á við þurfum að staðfesta óhæði og það kom ekki upp brot á óhæðisreglum við endurskoðunina. Reikningsskila aðferðir við yfirförum þær hvort að þær séu í samræmi við lög og reglur og við teljum þau vera viðeigandi og auk þess að það komi ekki fram atburðir eða aðstæður sem að geta vakið verulegar efasemdir getu sveitarfélagsins til að viðhalda áframhaldandi rekstri. Hér er svo nánar óhæðið. Það hér fyrirvari við skýrsluna sem okkur er skylt að gera grein fyrir en ég ætla ekki að fara neitt sérstaklega yfir það hér, þið bara kynnið ykkur það. Svo er það viðaukar með endurskoðunarskýrslunni og þar er hérna fyrir aftan erum við með lykiltölur þar sem við setjum í samhengi rauntölur síðustu 2 ára samanborið við fjárhagsáætlun 2021 til 2024. Og hér eins og þið sjáið að þá erum við hérna með ársreikning 2019 og 2020 og það er töluvert minni afkoma á síðasta ári heldur en á árinu 2019 og síðan er hérna gert ráð fyrir mun lægri afkomu til ársins 2024. Rekstrarjöfnuður hann er tryggður til næstu ára og er vel yfir mörkum en hérna og síðan er hérna veltufé frá rekstri að það voru 679 milljónir í fyrra en 639 milljónir núna og lækkar hér miðað við áætlanir til 2024 og afborganir af langtímalánum og þær fara örlítið hækkandi og það er vegna lántöku sem er áætluð samkvæmt fjárhagsáætlun næstu 4 ára og uppsafnaður greiðsluafgangur af rekstrinum eftir afborganir lána eru 259 milljónir. Fjárfestingarhreyfingarnar eru svo listaðir hér upp samkvæmt fjárhagsáætlun næstu 4 ára og uppsöfnuð fjárþörf vegna fjárfestingar er 1478 milljónir og með henni og að frádregnu uppsöfnuðum greiðsluafgangi að þá eru uppsöfnuð fjárþörf 1,2 milljarður og uppsöfnuð lántaka á tímabilinu er 1,2 milljarður og því óleyst fjárþörf til framtíðar er hérna 19 milljónir. Síðan sjáið hérna, þá erum við búin að stilla upp rekstrarjöfnuði og eins og þið sjáið hann er aðeins viðkvæmur hérna á seinni hlutanum sem skýrist af lægri rekstrarniðurstöðu sem gert er ráð fyrir. En hann hefur verið mjög sterkur á undanförnum árum. Síðan að framleiða hlutfallið. Það lækkaði örlítið á milli ára en gert ráð fyrir því að það hækki örlítið á næstu árum.
skuldahlutfallið, það hækkaði aðeins núna á milli ára vegna lántöku og þið sjáu að það fer aðeins hækkandi en langt fyrir neðan þau viðmið sem sett eru. Síðan skuldaviðmiðið og það sama, það langt undir þeim viðmiðum sem eru sett en fer örlítið hækkandi þarna næstu árum. Síðan eru að lokum að þá við leggjum alltaf áherslu á að upplýsa tímalega breytingar sem eru í vændum og það sem sagt framundan að öll byggðarsamlög eða samstarfsverkefni sem að sveitarfélagið tekur þátt í að þau eru á leið inn í samstæðu. En við viljum þó vekja athygli ykkar á að reikningsskil og upplýsingarnefnd sveitarfélagið hefur ekki gefið út frekari leiðbeiningar eða álit túlkun þessa ákvæðis, þannig að það ekki svona alveg orðið niður njörvað hvernig það verður. Og þá bara minni yfirferð lokið, en bara við erum tilbúin að svara ef einhver spurningar eru. Já, takk fyrir þetta. Þá ætla ég bara að gefa orðið laust þennan 3. lið á fundardagskrá. Og bið þá sveitarstjórnarfulltrúa sem vilja taka til máls, vinsamlegast að rétta upp rafræna hönd. Guðveig Eyglódóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Guðveig. Já, forseti og fundarmenn og Haraldur og Halldór, ég þakka ykkur kærlega fyrir mjög greinagóða yfirferð. Mér langar aðeins bara til þess að spyrja fyrst út í svona það sem að kannski stingum mann fjárheimildir og umfram viðauka. Og við vorum fyrir ári síðan að tala að framúrkeyrslan þá var 100 milljónir umfram viðauka og nú erum við að tala 267 milljónir og viðbrögð sveitarfélagsins hafa verið þau að unnið sé á úrbótum og eftirliti og það sem mér langaði eiginlega kannski til þess að forvitnast núna að með hvað mun KPMG með einhverjum hætti fylgja eftir því að úrbætur séu gerðar þannig að við stöndum ekki á sama stað eftir ár og ég vil þá bara til dæmis benda á það að í nóvember núna 2020, 12. nóvember réttara sagt á sveitarstjórnarfundi þá bókuðu við meðal annars og gagnrýndu það að það væri framkvæmdir umfram fjárheimildir og ef ég vitna bara beint í orð oddvita Samfylkingarinnar þá spyr hann hvaða framúrkeyrslu ég sé að tala og því höfum við náttúrulega haft miklar áhyggjur af því að það sé ekki þessi yfirsýn og í rauninni hafi kannski úrbæturnar ekki verið neinar og ég velti einhvern veginn fyrir mig hvaðan eftirliti getur komið þegar að það verið að hrekja endalaust það þegar við höfum bent á framúrkeyrslur og hvort það sé bara hægt að koma með svona ár eftir ár í rauninni yfirlýsingar úrbætur án þess að þær séu gerðar og að yfirsýnin sé ekki nein. Þannig að nú maður eiginlega komin í það að reyna að treysta á einhverja aðra til þess að hafa eftirlit með fjármálum sveitarfélagsins. Takk fyrir þetta, Guðveig. Ég gef orðið laust. Einhver sem kveða sér hljóðs. Magnús Mári hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Magnús. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn, ég skil þessa spurningu þannig að það sé verið að spyrja endurskoðendurnar eitthvað þetta en mér finnst vera kannski svolítið verið að blanda saman
Þannig að ég svara bara, sko, að því það nú kannski sérstaklega mitt nafn nefnt í þessu. Það var bara það sem við erum væntanlega verið að vísa í einhver orð sem hafa komið fram í ræðuminni á fundi. Við höfum margoft rætt í byggðaráði og sveitarstjórnarfundum að við gerum okkur grein fyrir því að það eru hnökrar á þessum frávikagreiningum á kostnaðaráætlunum og framkvæmdaráætlunum. Við höfum líka fylgst með því reglulega með hvað hætti stjórnsýslan að taka á þessu máli og núna í mitt skýrslu sveitarstjórnar var verið að upplýsa hvernig væri verið að gera það. Það var einmitt brugðist við skýrslu til sveitarstjóra sem er verið líka að vísa í, sem var hugsað sem innra gagn með bara hreinum á svörum frá stjórnsýslunum hvernig væri verið að bregðast við þessu. Þannig að ég veit ekki betur heldur en það sé allir full meðvitaðir að það þurfa að bregðast við þessu og sé verið að gera það. Eins og það finnst mér sjálfsagt ef það verið að spyrja endurskoðendur eitthvað það, hvort þeir hafa einhverjar heimildir, einhverja möguleika til þess að fylgja þessu embættur eftir, þá er bara gott að heyra frá þeim það og ég meina það, við fögnum því og til þess þessi endurskoðun, það koma ábendingar og það koma ábendingar sem við þurfum að fylgja eftir og fara eftir og við munum gera það. Það er ekki þannig sett upp hér að pólitíkin ætli sér bara ekkert að fara eftir þessu og sé bara alveg sama, það bara rangt mat. En ég veit ekki, kannski ég hægt að upplýsa okkur það með hvað hætti endurskoðendur geta fylgt þessu sérstaklega eftir. Þetta er alveg alvarleg athugasemd, við tökum það bara alveg til greina og við viljum gera allt sem við getum til þess að fylgja henni eftir. Takk fyrir þetta, Magnús. Haraldur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Haraldur. Forseti, sveitarstjórnarmenn, það er rétt kannski bara að bregðast svona við þess að þetta er svona beint til svona almennt hvaða heimildir endurskoðendur hafa til þess að bregðast við því ef að menn skella skollaeyrum við ábendingum og það er þannig að við fylgjum eftir ábendingum sem við höfum komið á framfæri, sér í lagi náttúrulega ef þær eru mjög kannski svona veigamiklar og fara inn í endurskoðunarskýrslu, þá fá þau náttúrulega eðli málsins samkvæmt aukið vægi. Bara til þess að skerpa aðeins á því að við upphaf endurskoðunar hvers árs, það er að segja áður en við leggjum af stað í það að vinna vinnuna okkar, það er að segja staðfesta þær fjárhæðir sem í gangi, þá er farið yfir hvernig mönnum hefur gengið að bregðast við þeim ábendingum sem að komu fram við fyrra ár. Við fáum þá til okkar lýsingar á þeim viðbrögðum sem hefur verið farið í og endurskoðunar okkar, aðgerðir okkar sem að verða þá framkvæmdar í framhaldinu beinast sérstaklega og eru þá með fókus af brotalömum eða ábendingum sem að hafa komið fram. Nú, þið eruð búin að kynna fyrir okkur ákveðin plön, sveitarstjórinn hefur gert það og þetta hefur hlotið ákveðna umræðu. Þar fylgjum við þessum málum eftir. Hins vegar er það þannig að segjum sem svo að menn hlustuðu nú bara ekkert á okkur árabil og fjárfestu alltaf langt efni fram og væri að fara að sigla skútunni á kaf. Þá ber okkur sem endurskoðendum að gera eftirlitsnet með fjármálum sveitarfélaga viðvart. Það er að segja ef við sjáum ítrykkuð teikn það að það sé ekki hlustað á ábendingar endurskoðenda, meðferð fjármuna sé ekki með þeim hætti sem að á að vera í opinberri stjórnsýslu. Þannig að það eru nú þau meðöl guðveik sem að við höfum í handraðanum. Þannig að ég vona að þetta skýri nú eitthvað, þetta er nú flókið umhverfi en þannig er prótókollin. Ef enginn hlustar á endurskoðendunar þá höfum við þessa línu til þess að fara. Fyrst náttúrulega förum við til sveitarstjórnar, síðan ef ekki væri brugðist við og við hefðum þá tilfinningu að mann ætluðu sér ekki að gera það, þá væri næsta stopp eftirlitsnefnd við fjármál og sveitarfélaga og eftir atvikum aðrar reyningar. Vonandi svarar þetta spurningunni. Takk fyrir. Já, takk Haraldur. Þórdísi hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Þórdís. Já, takk fyrir forseti sveitarstjórnarfulltrúar. Kannski bara eins og ég kom inn á náttúrulega í innganginum í skýrslu sveitarstjóra, þá er þetta gríðarlega mikilvægt verkefni og við erum komin af stað í það við erum búin að setja af stað hóp sem heldur utan þessar framkvæmdir.
og það sé alveg, við erum búin að skýra núna alveg hverja í rauninni fjárfestingar eða fjárfestingarnar áætlunina niður í mjög smáa búta og pössum að við höldum okkur innan þeirra fjárhagsáætlana. Við munum jafnframt hittast reglulega til þess að fara yfir þetta. Við erum að útbúa verkferla til þess að reyna til að sporna við þessu og verkferlana verða náttúrulega í nokkrum, þetta verður væntanlega ákveðin svona verkferla klasi og þar sem að verkferlar við viðauka verður einn af þeim verkferlum. Og það bara mjög mikilvægt að einmitt eins og ég kom inn á áðan að skýra bara hlutverk og ábyrgð allra þeirra sem koma að svona málum byggingarnefndar, sviðsstjóra, sveitarstjóra, annarra aðila, skýra eftirlitið bæði með framkvæmdum og framkvæmdakostnaði, hver á að hafa það og annað slíkt. Og það eru breytingar sem við gerðum á skipuritinu í fyrra þar sem að í rauninni sviðsstjóra stjórnsýslu fjármálasviðs var því starfi var breytt þannig að það í rauninni núna sviðsstjóri fjármálasviðs. Þá hefur hann meira tækifæri til þess að vinna að eftirlitshlutverki og að setja fram upplýsingar fyrir okkur. Það sem að við gerðum á síðasta byggðarráðsfundi að hafa skýrslu bæði rekstur og fjárfestingar partur af okkar leiðum til þess að við förum ekki fram úr áætlunum eins og hefur verið. Það að segja að það eru lagðar fram skýrslar og var lögð fram skýrsla núna fyrir fyrstu 2 mánuðina og rætt hvernig við myndum hafa framhaldið á síðasta byggðarráðsfundi. Þannig þá kemur fram hvernig lítur reksturinn út og hvernig líta fjárfestingarnar út. Og ég tel þetta vera mjög mikilvægan part og mikilvægan þátt í því að halda almennilega á spöðunum eða utanum þetta og þið séuð öll mjög vel upplýst hver staðan og það sé tekið reglulega út þessar upplýsingar. Þannig að það bara ákveðin upplýsingaskjöf sem felst í þessu og eftirlits leiðir. Þannig að ég tel að við getum allavega og það horfir fram á bjartari tíma í því að geta fylgt þessu betur eftir þegar að það er búið að skýra nákvæmlega hvernig hlutin að vera. En auðvitað tekur smá tíma að setja inn svona breytingar á verkferli en ég gerir ráð fyrir því að við núna þeir sem koma að framkvæmdum ásamt framkvæmdaráði eða sviðsstjórum að mér muni hittast mjög fljótlega og fara bara yfir næstu þær framkvæmdir sem eru á dagskrá. Takk. Takk fyrir þetta Þórdís. Davíð Sigurðsson beðið um orðið, gjörðu svo vel Davíð. Já, forseti, ágæta sveitarstjórn og áheyrendur. Ég ætla bara að óska eftir í formlega hér með að fá útlistun á þessum 267 milljóna framúrkeyrslu úr einum liðnum skólahúsnæði. Ég hef ekki fengið nánari útlistanir á í hverju þessar 507 milljónir eru fólgnar sem var fjárfest í á síðasta ári umfram þessar 240 milljónir sem til þessa málaflokks voru úthlutaðar. Takk. Takk fyrir þetta Davíð. Orðið laust. Þórdís, gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, við erum að vinna í því að taka þetta nákvæmlega saman, sjá hvar upplýsingarnar hafa legið, hvernig þær hafa komið fyrir byggingarnefnd og annað slíkt, þannig að þá getum við greint alveg algjörlega bæði hvernig þetta ferli var og hvar brotaleimin og þá líka sett saman, eða það ekkert mál að setja saman nákvæma sundurliðin á því hvernig þetta verkefni hefur verið. Takk fyrir þetta Þórdís og þá verður það væntanlega bara lagt fram í byggðarráði. Davíð hefur beðið aftur um orðið, gjörðu svo vel Davíð. Já, ég ætla nú bara fyrst og fremst að ítreka það. Ég fyrst og fremst bara að biðja sundurliðun á þessu, ekkert endilega einhverjum útskýringum af hverju, en ég þarf bara að fá að sjá sundurliðunina. Takk. Takk Davíð. Fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið?
Halldóra Lóa hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Halldóra. Já, forseti, sveitarstjórnarmenn, gestir og aðrir áhorfendur. Mig langar að þakka Haraldi og Halldóru sérstaklega fyrir þeirra aðkomu hérna inn á þennan fund og fyrir mjög góða yfirferð og útskýringar. Mig langar að leggja fram bókun fyrir hönd meirihlutans sem hljóðar svo. Það er ánægjulegt að ársreikningar koma betur út en búist var við. Fyrir hönd meirihlutans vil ég koma á framfæri þökkum til allra stofnana og starfsmanna og sér í lagi forstöðumönnum stofnana og sviðsstjórum ráðhússins sem hafa lagt hönd á plóg við að halda þétt utan rekstur sveitarfélagsins sem sýnir sig hér. Þessi niðurstaða gerir það að verkum að auðveldara verður að takast á við þau stóru verkefni sem snúa að húsnæðismálum sveitarfélagsins. Eins og fram kemur í endurskoðunarskýrslu KPMG þá hafa framkvæmdir farið fram á áætlunum. Það framúrkeyrslur má meðal annars rekja til þess að þegar farið var af stað í endurnýjun og eldra húsnæði við grunnskóla Borgarness komu raka á miklu skemmdir sem ekki var vitað af þegar lagt var af stað í verkefni. Einnig hefur það sýnt okkur að þörfir á að endurskoðun allra verkferla sem snúa að stærri framkvæmdum, ábyrgð byggingarnefnda, starfsmanna, eftirlitsaðila og sviðsstjóra. Þörfir á að yfirfara vinnulega við viðaukagerðir og við fjárhagsáætlun. Það sem mestu skiptir í þessu máli er að bregðast við með ábyrgum hætti nú þegar verið er að vinna í endurskoðun á því verklag sem viðhaft í tengslu við frávikagreiningar í framkvæmdum og framkvæmdaáætlun. Bókun lýkur, takk. Takk fyrir þetta Halldóra. Ég gef orðið laust að nýju. Davíð hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Davíð. Já, forseti, ágæta sveitarstjórn, ég ætla að leggja fram bókun hér líka fyrir hönd minnihlutans og hefst hún svo. Það er engin vafa undir orpið og fæst staðfest hér í þessari endurskoðunarskýrslu KPMG að yfirsýn meirihlutans á fjármálum sveitarfélagsins er ekki mikils virði. Það eru gerðar mjög alvarlegar athugasemdir við gegndarlausa framúrkeyrslu í framkvæmdakostnaði sveitarfélagsins án þess að gera viðauka við fjárhagsáætlun eins og 63. grein sveitarstjórnarlaga kveður skýrt á að eigi að gera. Fulltrúar Framsóknarflokksins bentu ítrekað á það á fundum síðastliðið haust að verið væri að framkvæma án fjárheimilda. Samt sem áður var skellt skollaeyrum við og jafnvel gengið svo langt að fullyrða að enga framúrkeyrslur væri að ræða. Niðurstaðan var framúrkeyrsla upp á 267 milljónum við skólahúsnæði samkvæmt fjárhagsáætlun með viðauka gerðum í september 2020. En það er framúrkeyrsla upp á 111%. Fulltrúar meirihlutans höfðu næg tækifæri til þess að bjarga sér fyrir horn og renna inn viðaukum eftir á þrátt fyrir að slíkt sé í raun og veru ólöglegt. En ákváðu að varnaðar úr framsóknarmanna og láta sem ekkert væri að. Það er grafalvarlegur hlutur að hlíta ekki lögum fjárstjórn sveitarfélaga og getur orðið til þess að vafi getur verið á lögmæti álagningarskatta, gjalda og ráðstöfunar fjármunum. Þess ber að geta að þetta er ekki fyrsta sinn sem þetta gerist undir stjórn þessa meirihluta, heldur er þetta annað árið í röð sem þetta gerist. En á árinu 2019 var framkvæmt í skólahúsnæði tæplega 100 milljónum umfram fjárheimildir. Af þessum sökum er okkur nauðugur sá kostur að kalla eftir því með leyfi forseta að leggja fram vantrauststillögu á meirihluta. Takk. Takk fyrir þetta Davíð. Viltu svo láta taka fyrir vantrauststillögu og kjósa hana á fundinum ef ég skil þig rétt? Já. Ok. Þá hugsa ég að það verði bara gert við lok þessa liðar. Ég held við ættum að klára fyrst umræðu ársreikning sveitarfélagsins áður en að vera lögð fram þessi tillaga vantraust. Og að því sögðu gef ég orðið laust aftur ársreikning sveitarfélagsins. Magnús Mári hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Magnús. Já, takk fyrir forseti og ágæta sveitarstjórn. Það er nú kannski bara að benda á það að hér frekar jákvæða fréttir í þessum ársreikningi að ræða. Hann kemur vel út og reksturinn í svona betri málum heldur en
við þorðum að vona og það bara mjög ánægilegt og taka undir þessar þakkir til þeirra sem hafa staðið að svona í þessum rekstri. Líka bent á það að svona kannski þær aðgerðir og þær breytingar sem hafa verið gerðar á stjórnsýslu Borgarbyggðar og svona vinnulagi og kannski hugmyndafræðinni bara hreinlega í rekstrinum og vinnulagi kringum allt saman hafa allt gengið út á það að ná einmitt tökum á þessu eins og öðrum svona málum. Þetta vita framsóknarmenn alveg, auðvitað hefði verið hægt og mögulegt að bregðast einhvers staðar við fyrr. En það stóra málið ég sér það að nú erum við kannski komin á þann stað loksins að geta almennilega tekið á þessu. Það hefur ýmislegt gengið á eins og allir vita. Og mér finnst það kannski það sem að mestu máli skiptir. Það hefði kannski þurft að fara, þú veist, ef við erum að tala um það að einhver hafi sagt að ekki hafi verið neina framúrkeyrslur að ræða, þá veit ég það sé einhvern misskilningur. Það er einfaldlega bara sagt að við þurftum að geta vísað í það nákvæmlega hvað við verðum að tala og það snýst þessar úrbætur á verkleginu kringum þetta, það að hafa skýrar yfirsýn. Takk. Takk fyrir þetta, Magnús Smári. Ég gef orðið laust að nýju. Það eru ekki fleiri sem að vilja tjá sig ársreikninginn. Það ætla ég þá að lesa upp helstu niðurstöðurnar í A eða sem bæði þá varðandi niðurstöðuna í A og B-hluta. En helstu niðurstöður A og B-hluta ársreiknings eru að rekstrartekjur eru upp á 4.560 milljónir króna, rekstrargjöld eru upp á 4.226 milljónir króna, afskriftir og fjármagnsliðir eru 221 milljón króna, rekstrarniðurstaða er 113 milljónir króna jákvæðar, fastafjármunir eru 8.639 milljónir króna, veltufjármunir eru 9.430 milljónir króna, eigið fé eru 4.478 milljónir króna, skuldir og skuldbindingar eru 4.952 milljónir króna, handbært fé frá rekstri eru 400 milljónir króna, fjárfestingarhreyfingar eru 872 milljónir króna, handbært fé í árslok eru 206 milljónir króna. Að því sögðu þá biður forseti þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja að vísa ársreikningi Borgarbyggðar fyrir árið 2020 til seinni umræðu í sveitarstjórn. Ég ætla að biðja þá vinsamlegast að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða og að því loknu liggur fyrir tillaga fulltrúa Framsóknarflokksins Davíðs Sigurðssonar undir þessum liðum ársreikning sveitarfélagsins, þar sem að lýsir yfir vantraust og meirihlutann í sveitarstjórn og forseti hefur orðið við því að láta kjósa þann lið. Ég ætla að biðja þá fulltrúa sem eru með hendur á lofti, svona rafrænar hendur vinsamlegast að taka þær niður. Magnús Smári, ég ætla ekki að nefna neinn nöfn, en þær eru komnar niður. Þá ætla ég að biðja þá fulltrúa í sveitarstjórn sem lýsir yfir vantrausti á núsitjandi meirihluta vinsamlegast að gefa merki. Það eru 4 fulltrúar og þá ætla ég að biðja þá fulltrúa sem eru þessu ekki samþykkir, vinsamlegast að gefa merki. Það eru 5 fulltrúar, þannig að tillagan er felld. Og þá vindum við okkur yfir í næsta lið á fundadagskrá, en það er liður númer 4 og hann ber heiti Húsnæðismál Ráðhússins og númer 19.09.156. Þar liggur fyrir afgreiðsla frá 558 fundi byggðarráðs Borgarbyggðar en á þeim fundi var lögð fram skýrsla Eflu verkfræðistofu vegna könnunar á Ráðhúsi Borgarbyggðar. Til fundarins mætti Kristján Finnur, umsjónarmaður Eignasjóðs og fór yfir mat á kostnaði við lagfæringar og fyrirbyggjandi aðgerðir á Ráðhúsi Borgarbyggðar. Byggðarráð lagði til við sveitarstjórn að það verði gert tilboð í Digranesgötu 2
Borgarnesi með það að augum að sú staðsetning verði nýtt sem framtíðarstaðsetning fyrir nýtt ráðhús og aðra starfsemi sem geti rúmast innan veggja húsnæðisins. Og að fyrirvari skuli gerður á slíku tilboðum ástandsskoðun og endanlegt samþykki sveitarstjórnar. Og var sveitarstjóra falið að gera tilboð með framangreindu fyrirvörum og setja ráðhúsið að Borgarbraut 14 í söluferli. Og eru þessar ákvarðanir komnar hér fyrir sveitarstjórn til umfjöllunar. Og ég gef orðið laust þennan leið. Kannski þú viljið bæta einhverju við þetta, Þórdís? Forseti, sveitarstjórn. Já, það rauninni, sú niðurstaða sem liggur núna fyrir rauninni unnin á grundvelli mikillar undirbúningsvinnu, eða við erum búin að kanna vel hvert ástand húsnæðisins það ekki handónýtt en það náttúrulega mikill leiki frá þaki sem þarf að laga. En við teljum allavega út frá þeim kostnaðartölum sem við höfum bara lagt við mat á kostnaði við lagfæringu á húsnæðinu að það sé ráðlegt að skoða hvort að við getum fjárfest í Digranesgötu 2 og gera þá tilboð. Ég hef þegar lagt fram tilboð fyrir hönd sveitarfélagsins með fyrirvara samþykki sveitarstjórnar og mun ég halda áfram viðræðum með umræðum það tilboð við aðra sveitarstjórnarfulltrúa, eða við sveitarstjórnarfulltrúa þar að segja. Og ég tel allavega að þetta geti verið virkilega jákvæð leið fyrir sveitarfélagið. Við erum þarna miðsvæðis og sýnileg og þurfum bara að taka ákvörðun í þessu máli og ég er virkilega ánægð og ég held að ég segi fyrir hönd allra starfsmanna við erum ánægð að það sé allavega komin ákvörðun það hvernig húsnæðismálum skuli hátta en það búið að vera í töluverðan tíma athugasemdir varðandi mögulegan ágalla húsnæðisins vegna heilsufars starfsmanna. En þetta, við vonum það besta og þetta kemur þá bara í ljós mjög fljótlega. Ég held að ég hafi ekkert fleira þetta að segja. Takk. Já, takk fyrir þetta Þórdís. Og ég glemdi áðan, ég ætla að þakka Halldóri og Haraldi fyrir þeirra framlag til fundarins og veita þeim lausn frá fundinum, svona formlega séð. En að því sögðu gef ég orðið aftur lausn þennan 4. lið á dagskrá. Varðandi húsnæðismál. Það enginn sem kveður sig frekar hljóðs. Það liggja fyrir 2 tillögur á bókun varðandi afgreiðslu. Sú fyrri hljóðar svona. Sveitarstjórn samþykkir að gert verið tilboð í Digranesgötu 2 Borgarnesi með fyrirvarum ástandsskoðun húsnæðisins. Og bið ég þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Hún samþykkt, hvað segir Guðveig? Flott, hún samþykkt samhljóða. Seinni afgreiðslan bókunin hljóðar svona. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir jafnframt að ráðhúsið að Borgarbraut 14 verði sett á sölu hjá löggiltum fasteignasala. Og bið ég þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Og hún samþykkt samhljóða. Og þá vindum okkur yfir í 5. lið á fundardagskrá. Hann ber heiti samstarf uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í Bjargslandi og númer 1912-083. En að ræða afgreiðslu 556. fundar byggðarráðs Borgarbyggðar en þar var lagður fram rammasamningur uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í Bjargslandi dagsettur 11. mars 2021. Og að ræða mjög langþráð uppbyggingaverkefni eða búið að vera í vinnslu lengi eða í 1,5 ár. Og þetta samkomulag við Borgarverk, Steypustöðina og Eirík og nýstofnað fyrirtæki Slatta EHF sem stofnaði uppbygginguna í nýju hverfi Bjargslandi. Samningurinn fór undirritaður af sveitarstjórna með fyrirvarum samþykki sveitarstjórna fyrir byggðarráð og hér með leggur byggðarráð til sveitarstjórna þessi samningur verði samþykktur.
En að því sögðu gef ég orðið laust og bið alla fulltrúa í sveitarstjórnum að hafa kveikt á myndavélinni og meðan að við erum að ræða einstaka liði. Guðmundur beðið orðið, gjör svo vel. Guðmundur Freyr. Já, takk fyrir forseti og ágætu fundarmenn. Það er bara ákveðið fagnaða mál að þetta sé komið í þessa höfn og í rauninni alveg merkilegt bara út af fyrir sig að svona samningur sé gerður og það var bara virkilega spennandi að sjá húsin rísa núna á næstunni. Eins og Lilja segir, þá hefur undirbúningur staðið lengi yfir og þannig að þetta er bara að fagna þessum áfanga. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Guðmundur. Þórdís, gjör svo vel. Já, forseti og sveitarstjórnarfólk. Já, ég tek undir þetta með Guðmundi og ég vona svo sannarlega að þessi samningur og þessar framkvæmdir sem eru að fara af stað verði hvatning til frekari framkvæmda í sveitarfélaginu. En markmið samningsins kannski aðeins til þess að koma inn á það er að auka framboð nýs fjölbreytts húsnæðis í Borgarnesi og efla og þannig og þróa byggð í borgarbyggð til hagsbóta fyrir sveitarfélagið og það hefur verið gríðarlega mikil eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði og vonum við að þessari eftirspurn verði að hluta til svarað með þessum samningi. Þannig að framkvæmdir við fyrsta áfangan verða bara núna á næstu vikum gerir ég ráð fyrir. Það er þegar að leyfi liggja fyrir en er unnið að upplýsingum eða gögnum til þess að byggja undir leyfið. En flott verkefni. Takk fyrir þetta Þórdís. Guðveig hefur beðið orðið, gjör svo vel Guðveig. Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, ég tek undir það. Þetta er mjög ánægjulegt verkefni og spennandi að fylgjast með þessu og ég ætla nú bara að brýna okkur til þess að leggja ekki hendur í skaut núna og bara sitja hjá og horfa á uppbyggingu þarna því að nú er mikilvægt að við séum tilbúin til þess að takast á við fjölgun til að mynda barna, leikskólabarna og fjölgun íbúa og eins og staðan í dag þá vitum við að það hafa verið biðlistar inn í leikskólana hjá okkur. Þannig að við megum alls ekki vera að svifa sinn í því að taka ákvarðanir af því að ef við erum bjartsýn það að íbúar eftir að seljast þetta sem ég er með engu vafum að eftir að gerast að þá þurfum við að vera í stakk búin til þess að taka á móti börnum. Og þannig að ég held að það sé bara mjög brýnt að það verði eitt af forgangsverkefnum núna að stækka leikskóla í borgarbyggð og ekki síst að bæta aðstöðu til íþróttaiðkunar og við höfum svo sem bent á það áður að nýtt íþróttahús þarf að vera algjört forgangsverkefni. Því að þetta er bara hluti af því sem þeirri þjónustu sem við verðum að bjóða nýjum íbúum upp á. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Guðveig. Mátt taka niður höndina og ég gef orðið laust að nýju þennan lið. Ég ætla nú bara að taka örstutt undir það sem kom fram í máli Þórdísar og Guðmundi en það er mjög gaman að sjá þessu uppbyggingu og það hefur lengi verið beðið eftir henni og það er alveg rétt sem Guðveig segir að nú þurfum við líka svolítið að horfa á aðra innviði og sjá hvað það er sem við getum tekið við og það hafa ekki verið biðlistar inn á leikskóla í Borgarnesi nokkra hríð en við erum að horfa fram á það vandamál núna. En á sama skapi vil ég líka hvetja minnihlutann til þess að setja sig í smá samstarfsstellingar og horfa á þessa uppbyggingu með okkur og hvernig við getum brugðist við með því að bæta bæði þjónustu og uppbyggingu innviða. En ég gef orðið laust að nýju. Magnús Mári hefur beðið orðið, gjör svo vel Magnús. Já, takk fyrir það, forseti og ágæta sveitarstjórn. Tekur þetta undir með öllum það hversu ánægilegt er að sjá uppbyggingu að þessu tagi fara af stað.
bregðast aðeins við þessu með innviða uppbygginguna og fyrsta lagi kannski að benda á það að nú erum við ekki lengur með biðlista á leikskóla í Borgarnesi og við brugðumst við því með ákveðnum tímabundnum aðgerðum sem eru svona færanlega kennslustofur sem listu vandan að hluta. Það hins vegar líka bara gert ráð fyrir því í fjárhagsáætlun að setja fjármuni í að stækka leikskóla og við gætum þurft að gera það þá bara og að setja aukinn kraft í það, en það eitt af því sem hefur verið lögð áhersla á og við gætum farið undirbúið. Þegar við vitum öll að við þurftum svolítið að halda okkur höndum að hefðum þurft að gera það á þessu ári, en ég tek undir það að við þurfum að vera bara svolítið hugrökk í að koma þeim málum öllum áfram. Það stendur ekkert á okkur held ég í því ef við sjáum möguleika á því. Takk fyrir þetta, Magnús. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Svo virðist ekki vera. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir framlagðan rammasamning uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í Bjargslandi dagsettur 11. mars 2021 og bið ég þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Hún samþykkt samhljóða og þá vindum okkur yfir í 6. lið á fundadagskrá sem ber heiti Markaðsmál 2021 og númer 2010-189. En þar kemur til afgreiðslu, kemur inn á þennan fund afgreiðslu 23. fundar atvinnu markaðs- og menningarmálanefndar. Þar var rætt kynningarefni fyrir markaðsherferðir vor og sumar 2021. Og nefndin leggur til í sveitarstjórn að tekið verði tilboði frá Manhattan Marketing vegna markaðsherferðar árið 2021. Og ég gef orðið laust þessa afgreiðslu atvinnu markaðs- og menningarmálanefndar. Þórdís, biðjum orðið, gjör svo vel, Þórdís. Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Já, kannski bara aðeins til þess að fylgja þessu eftir. Þá var síðasta sumar, þá lá fyrir markaðsstefnumótun sveitarfélagsins og hefur atvinnu markaðs- og menningarmálanefndin ákveðið að setja af stað markaðsherferð í vor og sumar 2021 í samræmi við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Herferðin verður í formi ljósmynda, myndbrota og vitnisborða íbúa í sveitarfélaginu undir slagorðinu Býður þín í Borgarbyggð, eins og kom fram í markaðsstefnumótuninni. Framkvæmd var verðfyrirspurn í verkefnið og lýsingin umsjón með markaðsátaki til að koma Borgarbyggð á framfæri með það markmið að auka áhuga og fjölda gesta sem heimsækja sveitarfélagið vor og sumar 2021 ásamt því að vekja athygli á Borgarbyggð sem álitlegum kost til framtíðar búsetu. Verkefni innifellur í sér markaðsstjórnun, framleiðslu markaðsefnis, birtingarplan og almannatengsl og lagt fram núna til við sveitarstjórn að samþykkja framleiðan samning. Takk fyrir þetta, Þórdís. Já, þetta afar ánægjulegt líka og jákvætt og gaman að sjá loksins stefnuna verða veruleika. Það var nú lögð mikil vinna og metnaður sem liggur að baki þessari stefnu. En ég gef orðið aftur laust þennan lið. Það enginn sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir á tilboði Manhattan Marketing markaðsherferð árið 2021 verið tekið. Og bið ég þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Og hún samþykkt samhljóða. Takk fyrir. Og þá eru komin að 7. lið á dagskrá, en það eru styrkir á sviði menningarmála og númer 20.08.127. En þar liggur fyrir afgreiðsla á 23. fundi atvinnu markaðs- og menningarmálanefndar og voru lögð fram drög að reglum styrkveitingu til menningarverkefna og nefndin samþykkti þær reglur sem liggja fyrir þessum fundi. Og markmiðið með reglunum að styðja við fjölbreytta menningarstarfsemi í sveitarfélaginu og stuðla að jákvæðri þróun í menningarmálum og auk þess að ræða hvatningu til nýsköpunar á sviði lista og menningar í Borgarbyggð. Og það voru tilgreind verkefni samkvæmt framangreindu markmiði sem eru eftirfarandi.
Listaverk, útgáfa bókmennta, vísinda, fræðibóka, skýrslna og annað sem hefur menningarlegt eða varðveislulegt gildi til lengri tíma, útgáfa mynd- og hljóðdiska sem hafa menningarlegt gildi og sýnilega sérstöðu, styrkir til smærri menningarviðburða í sveitarfélaginu, varðveislu menningarminja og styrkir til að varðveita menningararfleifð til að mynda húsa og auglýsingaskilti. Og atvinnu-, markaðs- og menningarmálunefnd leggur til við sveitarstjórn að framlaga reglur styrkveitingar til menningarverkefna verði samþykkt. Og ég gef orðið laust. Þórdís, við beðum orðið, gjör svo vel. Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Já, það hefur borið á aukna eftirspurn eftir styrkveitingum í menningarverkefni sem bara greiðilega mikilvægt fyrir okkur og jákvætt. Og þetta eru þá menningarverkefni sem að falla ekki undir úthlutunarreglur menningarsjóðs Borgarbyggðar. En sá sjóður styrkir einungis menningarviðburði en ekki önnur menningarverkefni almennt. Og þess vegna var áhugi hjá amnefndinni, atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndinni, að formfesta þessar reglur. Við munum auglýsa með sjálfsögðu þegar kemur til úthlutunar en það áætlað að það verði úthlutað 3 sinnum á ári og úthlutun fer þá í fyrsta skipti fram í maí á þessu ári. Og það verður bara ánægilegt að sjá verkefni verða raunveruleika úr þessum sjóð. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þórdís. Ég tek bara undir það með þér. Það verður bara gaman að sjá þetta í framkvæmd. Eru fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs? Svo virðist ekki vera. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagðar reglur styrkveitingar til menningarverkefna og biðji þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Og þær eru hér með samþykktar. Silja, já, þær eru samþykktar. Þá erum við komin að lið 8 á fundardagskrá. Hann ber heiti Brákarbraut 18-20, landnúmer 135555, umsókn um byggingarleyfi við bygging. Og þar að ræða afgreiðslu 23. fundar skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar, þar sem skipulags- og byggingarnefnd lagði til í sveitarstjórn að samþykkt yrði byggingarleyfi eða útgáfa byggingarleyfis þar sem grenndarkynning hefur farið fram. Ég gef orðið laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að fela byggingarfulltrúa að gefa út byggingarleyfi vegna viðbyggingar við Brákarbraut 18-20, landnúmer 135555 samkvæmt 44. grein skipulagslaga númer 123/2010. Og biðji þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkir framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að liði 9. Hann ber heiti Bjarnastaðir, L134637, Brekkubyggð. Og þar að ræða afgreiðslu 23. fundar skipulags- og byggingarnefndar og hún leggur til við sveitarstjórn að samþykkja óverulega breytingu á deiliskipulagi á sumarhúsahverfinu Brekkubyggð í landi Bjarnastaða. Ég gef orðið laust þennan lið. Halldóra og Guðveig, eru þið með gamlar hendur á lofti eða eru þið að kveða ykkur hljóðs? Guðveig er að kveða sér hljóðs, gjör svo vel Guðveig. Nei, ok, það eru gamlar hendur bara. En er eitthvað sem vill kveða sér hljóðs undir lið 9? Svo virðist ekki vera, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir fyrirliggjandi tillögu að óverulegri breytingu á deiliskipulagi á sumarhúsahverfinu Brekkubyggð í landi Bjarnastaða, landnúmer 134637. Málsmeðferð skal fara fram samkvæmt 3. málsgrein 44. grein skipulagslaga númer 123/2010 þar sem breytingin varðar ekki hagsmuni annarra en sveitarfélagsins landeiganda og lóðarhafa. Þá biðji þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun vinsamlegast að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 10 á fundardagskrá. Hann ber heiti Bjarnastaðir, L134637, stofnun lóðar, Bjarnastaðir 2. Þar er líkum að ræða afgreiðslu frá 23. fundi skipulags- og byggingarnefndar og leggur nefndin til við sveitarstjórn að heimila stofnun lóðarinnar Bjarnastaðir 2 úr landi Bjarnastaða 1. Og ég gef orðið laust.
Það enginn sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir að heimila stofnun lóðarinnar Bjarnastaða 2 úr landi Bjarnastaða 1. Landnúmer 134637. Og ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun vinsamlegast að gefa merki. Og hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 11 og Orri Jónsson ætlar að víkja fund undir þessum lið, ekki satt Orri? Nei, þetta var svo sett fyrir síðasta mál. Já, ok. Þú fljóta að afgreiða þetta, ég náði ekki að víkja fundinum. Ok, ekkert mál. En þá allan komin að lið 11 og það Ytri Skeljabrekka tillaga breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 til 2022 og liðurinn númer 20.04.005. Þar að ræða afgreiðslu 23. fundar skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar, þar sem lagt til við sveitarstjórnar samþykkja breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar frá 2010 til 2020 samkvæmt 32. grein skipulagslaga. Breytingatillagan fjallar Ytri Skeljabrekku, landnúmer 133/892 og ekki hafa verið gerðar breytingar á tillögun eftir auglýsingu. Ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir fyrirliggjandi breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 til 2022 samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010 landnotkun við Ytri Skeljabrekku L133/892. Og ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Og hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 12. Ytri Skeljabrekka tillaga nýju deiliskipulagi og liður númer 20.01.121. En það líka að ræða afgreiðslu 23. fundar skipulags- og byggingarnefndar þar sem nefndin samþykki fyrir sitt leyti tillögu að deiliskipulagi Ytri Skeljabrekku L133/892 sem hefur verið auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna sem bárust frá lögaðilum en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Og nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkja deiliskipulagið. Ég gef orðið laust þennan lið. Það enginn sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi Ytri Skeljabrekku L133/892 samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og bið ég þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun vinsamlegast að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 13 á fundardagskrá. Urriðarárland L191286 Brókarvatn óveruleg breyting og liður númer 21.03.165. En að ræða afgreiðslu 23. fundar skipulags- og byggingarnefndar. Þar leggur nefndin til við sveitarstjórn að samþykktar verði breytingar á deiliskipulagi samkvæmt 43. greinar skipulagslaga. Ég gef orðið laust. Ert þú að kveða hljóðs, Magnús, eða þetta gömul hönd? Gömul hönd. En eitthvað sem vill kveða sér hljóðs undir þessum lið? Svo virðist ekki vera. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir fyrirliggjandi óverulega breytingu á deiliskipulagi við Urriðarárland L191286 samkvæmt 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og verður hún því grenndarkynnt í kjölfar samþykktarinnar fyrir lóðarhöfum á Brókarstíg 27, 28 og 30 og leita umsagna lögaðila. Ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Hún samþykkt samhliða. Og þá vindum við okkur yfir í lið 14 sem jafnframt síðasti afgreiðslulegur á dagskrá. Hann ber heiti kosningar í nefndir og ráð 2021 og númer 21.02.067 en Framsóknarflokkurinn hefur óskað eftir breyting á fulltrúum flokksins í fræðslunefnd. Þar lagt til að Helga Margrét Friðriksdóttir verði aðalmaður í nefndinni í stað Sigrúnar Sjafnar Ámundadóttur sem mun taka sæti varamanns í stað Guðveigar Eyglóadóttur. Ég gef orðið laust þessa tillögu.
Halldóra, hefst þú með gamla hönd eða ertu að kveða hljóðs? Nei, gömul hönd. Einhver sem vill kveða sér hljóðs undir þessu lið? Svo virðist ekki vera, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir að kjósa Helgu Margréti Friðriksdóttir sem aðalmann í fræðslunefnd í stað Sigrúnar Sjafnar Ámundadóttur. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir jafnframt að kjósa Sigrúnu Sjafnar Ámundadóttur sem varamann í fræðslunefnd í stað Guðveigar Eyglódóttur. Og ég bið sveitarstjórnarfulltrúar sem samþykkja vinsælast að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 15 á fundardagskrá, en þar lögð fram fundargerð byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi númer 556 og liður númer 2103-0112F. Og ég gef þá fundarmönnum orðið þessa fundargerð byggðarráðs Borgarbyggðar. En það enginn sem kveður sér hljóðs og telst þá fundargerðin framlögð. Undir lið 16 lögð fram fundargerð byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi ráðsins númer 557 og ég gef orðið laust þessa fundargerð byggðarráðs. Það enginn sem kveður sér hljóðs og telst í fundargerðin framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið 17. Þar lögð fram fundargerð byggðarráðs Borgarbyggðar númer 558. Það var fundargerð í 12 liðum og ég gef orðið laust hana. Það Davíð hefur beðið orðið, gjör svo vel Davíð. Já, forseti, ágæta sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Hér ætla ég að leggja fram eina bókun undir lið númer, lið númer 3, rakamyndun í grunnskóla Borgarfjarðar-Kleppsvíkur. Hefst nú bókun. Ljóst af þeirri úttekt sem gerð hefur verið á skólahúsnæðinu á Kleppjárnsreykjum að mikil rakamyndun í húsnæðinu öllu og aðstæður heilsuspillandi fyrir nemendur og starfsmenn skólans. Ekki hægt að tryggja að þær mótvægisaðgerðir sem farið hefur verið í til að bregðast við ástandinu séu fullnægjandi til að tryggja heilsu þeirra sem þar starfa til framtíðar. Undirrituð telja ekki forsvaranlegt að láta fólk dvelja í húsnæðinu fyrir að búið að uppræta alla myglu og rakaskemmdir. Í skýrslu frá Eflu segir það virðist mjög misjafnt hversu lengi fólk þarf að dvelja í rakaskemmdu húsnæði þangað til það finnur til einkenna. Gróflega má áætla að fjórðungur þeirra sem dvelja í slíku húsnæði þrói með sér krónísk einkenni og bólguviðbrögð. Dvöl í rakaskemmdu húsnæði aldrei æskileg til langs tíma þar sem enn ekki að fullu ljós áhrif á heilsu né langtíma áhrif þeirra efna sem ræðir. Þá ekki eingöngu verið að líta til þeirra sem finna til einkenna heldur hópsins í heild. Undirrituð telja mikilvægt að nemendur og foreldrar hafi val það hvort þeir kjósi að skólastarfinu verði komið fyrir í gámum á skólalóð eða þeim verði boðið að sækja nám í grunnskólanum á Varmalandi eða í Borgarnesi. Þá mikilvægt að fyrir liggi fyrir lok þessa skólaárs upplýsingar tímaramma og hvernig áformum endurbætur á húsnæðinu verði háttað. Tilvitnun lýkur. Ertu búin að tala? Davíð? Ok. Halldóra Lóa hefur beðið orðið. Já, sveitarstjóri, forseti og ágæta sveitarstjóri. Það bara ánægjulegt að fólk láti sig þetta málefni varða. Við erum náttúrulega búin að gera þær ráðstafanir sem sérfræðingar hafa bent okkur á að gera í þessum málefnum, farið í fyrirbyggjandi aðgerðir og við höfum heimild til þess að vera með fólk þarna, starfsfólk og börn inni með
þeim fyrirbyggjandi aðgerðum sem farið var í fram á vorið. Það eru náttúrulega lausar kennslustofur að koma sem að verða teknar í notkun núna bara á næstu vikum og bara akkurat núna þegar við erum á þessum fundi fundur með foreldrum og starfsfólki grunnskólans þeirra sem eru með aðsetur á Kleppjárnsreykjum ástandi í skólanum og þá skýrslu sem var að koma út núna. Það bara, ég tek undir það mjög mikilvægt að vera brugðist rétt við þessu og ég tel okkur vera að gera allar þær ráðstafanir sem hægt að gera eins og staðan í dag. En síðan liggur náttúrulega fyrir núna þegar skýrslan komin að við þurfum að klára þá vinnu og taka framtíðar ákvarðanir húsnæði og aðsetur þarna á svæðinu. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Eru fleiri sem vilja kveða sig hljóðs? Þórdís hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Þórdís. Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Eins og Halldóra kom inn að þá var fundur með starfsfólki og foreldrum nemenda að ljúka núna áðan. Fundurinn fór að segja mjög vel fram, það var ekki mikið spurt en almenn ánægja með kynninguna og hvað væri búið að gera í mótvægisaðgerðum. Sérfræðingur Eflu sagði að við höfum farið að einu öllu að þeirra leiðbeiningum varðandi mótvægisaðgerðir, búið að taka út þau efni sem voru með raka eða miklu í og það væri í rauninni hægt að gera allt eins og Halldóra kom inn á þann sem hægt var að gera að stöddu. Hún var spurð hvort að öllum væri óhætt að vera í húsnæðinu og eins og hefur komið fram í þeirra máli áður þá geta þið aldrei sagt af eða á en það væri búið að gera allt nú þegar sem að væri hægt og svo þurfum við einmitt að taka bara ákvörðun varanlegar úrbætur hvort það verði eða hversu mikið verði gert, hvað verði endurbyggt og hvar verði viðhaldi betra. En þannig að ég held líka að það væri bara fínt að við fengjum sérstaka kynningu sveitarstjórnarfulltrúar á þessari skýrslu til þess að vera með upplýsingar frá fyrstu hendi frá þeim aðilum sem að tóku húsnæði í gegn og við getum óskað eftir því. En tóku ekki húsnæði í gegn, heldur tóku húsnæði út. Þannig að það er svona mín tillaga inn í þessa umræðu núna. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þórdís. Orðið laust að nýju. Magnús Már hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Magnús. Já, takk fyrir það, forseti og ágæta sveitarstjórn. Þarf að vanda til verka í þessu. Þarna kemur í ljós í þessari skýrslu að hluti af nýrra húsnæðinu með einhverja rakaskemmdir, þó ekki eins slæmt og var í eldri hlutanum og einungis hluti af þessum hluta nú þegar búið að fara í ákveðnar aðgerðir og mótvægisaðgerðir sem eru líklega til að skila ákveðnum árangri. Það eins og hefur verið bent á búið að kaupa færanlega kennslustofu sem við munum nýta þarna, en mér langar nú samt að segja auðvitað hljótu við bara skoða alla möguleika í stöðunni og hvort sem það að börn geti sótt skóla annað eða hvernig sem við förum að því að þá rýnum við í það aðalatriðið náttúrulega bara að það sé tryggt að þetta húsnæði þar sem þau sé eins gott og mögulegt Þannig að ég held að það sé verið að vinna nákvæmlega þannig í málun og einmitt með þessum upplýsingafundi þar sem verið að fara yfir það hvert ástandið á húsinu og hvað búið að gera og það stutt til vorsins og það sem búið að gera hefur Efla sagt að ætti og að duga vel fram á vorið það til að ljúka þessu skólaári meiri segja í húsinu öllu. En eins og við segjum, þarna bara flókin mál að ræða. Það ekki hægt að fullyrða að neitt húsnæði sé öruggt í þessu tilfelli ef út í það farið.
Þannig ég legg til, ég tek undir það, ég legg til að þessa tillögu sem við talaðum að við fáum bara góða kynningu á þessum niðurstöðum og skoðum hvaða möguleika við höfum í stöðinni. Mér finnst allt koma til greina í því samhengi en sem betur fer þá einmitt þessar færanlegu kennslustofur bara væntanlegar eftir 1 eða 2 vikur ef ég skil það rétt, jafnvel bara 1 viku og þannig miðjan apríl, þannig að það mun náttúrulega leysa málið að stærstum hluta. Takk fyrir þetta Magnús. Guðmundur Freyr beðum orðið, gjör svo vel. Já, forseti og fundarmenn. Það var bara augljóst að þarna var þörf á því að fara í þessa úttekt. Það var búið að labba þetta húsnæði eins og milli byggingunni eða elsta hlutan með þeim hönnuði sem hannaði leikskólabygginguna og það var brýnni ástæða til þess að taka eldri hlutan út en það augljóst af þessari niðurstöðu að það var full ástæða til þess að taka út þennan hluta líka og bara ágætt að hafa þá heildarmyndin á ástandi alls þessa húsnæði sem að Kleppjárnsreykjadeild grunnskóla Borgarfjarðar hefur. Þannig að þetta bara nauðsynlegt til þess að taka þær ákvarðanir sem þarf að gera til þess að bregðast við í rauninni hvað þarf að gera til dæmis fyrir þessa byggingu. Þetta eru mikið nýrri byggingarefni og við erum kannski nær því sem verið að nota í dag, þannig að það er kannski það eru ekki eins drastískar aðgerðir eins og þar með elsta hlutan. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Guðmundur Freyr. Halldóra Lóa beðum orðið, gjör svo vel Halldóra. Já, forseti ágæta sveitarstjórn langar að leggja fram stutta bókun. Meirihluti leggur áherslu á að búið að gera allar þær varúðarráðstafanir sem lagðar hafa verið til af sérfræðingum og komið hefur fram að óhætt að vera í húsnæðinu út þetta skólaár. Nú þegar búið að fá heildarskýrslu ástand húsnæðis í hendurnar hægt að taka ákvörðun til framtíðar húsnæði á staðnum. Færanlegar kennslustofur eru væntanlegar fljótlega sem koma þeim sem eru á því svæði sem verst farið og ekki ráðlegt að laga með bráðaaðgerðum úr því húsnæði. Bókun endar. Takk. Takk fyrir þetta Halldóra. Ég gef orðið laust á 9. Guðveig Eyglóardóttir beðum orðið, gjör svo vel Guðveig. Já, forseti og fundarmenn, mér finnst meirihlutin vera kræfur að kveða svo fasta orði að segja og fullyrða það í bókun að það sé óhætt að vera í húsnæðinu. Eins og hefur komið fram í skýrslu frá Eflu og við vitum bara í umræðinu um raka og myglu að þá er margt á huldu með það og áhrif á heilsu fólks til lengri tíma. Þannig að ég vil bara benda það að við erum að tala um heilsu barna og starfsmanna skólans. Þannig að ég, bara svo það sé sagt, að ég stend ekki á bakvið það að segja að staðfesta það að öllu sé óhætt í þessu húsnæði aðeins með þeim mótvægisaðgerðum sem eru gerða núna. Við vitum að það er að sjálfsögðu ekki hægt að fullyrða slíkt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Guðveig. Kannski bara árétta það að það er ekki verið að fullyrða eitt eða neitt í þessari bókun að sé óhætt að vera þarna. Það er verið að fullyrða það að við séum að fara eftir öllum ráðleggingum sem koma fram frá þeim sérfræðingum sem hafa verið fengnir til þess að taka út húsnæðið. Við höfum alfarið farið eftir þeim leiðbeiningum og munum gera það áfram. Af því við teljum að þeir aðilar séu best til þess fallnir að leiðbeinum hvernig standa eigi að bæði umbótum og svona aðstæðum þegar það komi upp. En ég ætla að gefa orðið laust að 9. Halldóra, ert þú að biðja um orðið? Er þetta gömul hönd? Gjör svo vel, Halldóra. Þú ert á mute, Halldóra. Þú ert á mute. Afsakið, forseti og sveitarstjórn.
Langa að taka undir í rauninni það sem að þú komst inn á, Lilja, að það er verið að vitna í það sem að kemur fram frá sérfræðingum Eflu, þar sem að þeir töldu að með þessum mótvægisaðgerðum gætu við verið með starfsemi í skólanum út þetta skólaár. Þeir ráðlögðu okkur hins vegar gera það ekki mikið lengur án þess að fara í varanlegri bætur á húsnæðinu sem verst farið. Ég veit að skólastjórnendur eru mjög góðu samskiptum við foreldra og starfsfólk og hvetja reglulega til þess að fólk láti vita, finni það til einhverja einkenna og við tökum það að sjálfsögðu alvarlega ef að slíkt kemur fram. Við erum einnig og stjórnsýslan í mjög góðu samskiptum við stjórnendur og það er enginn að gera lítið úr einu eða neinu sem að þarna er í gangi. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Skemmtilega að bæta örstutt við að það er verið að vinna þetta í algjörri samvinnu sem Halldóra kom inn á og hlusta á bæði það sem er í húsnæðinu og hvað lagt er til að sérfræðingum. Það er haldnir upplýsingafundir eins og kom inn fram áðan, búið að upplýsa foreldra þá sem eru að nota húsnæði. Við þurfum líka að sýna ábyrgð bara í umræðunni og valda ekki óþarfa múæsing og bara undirstrika það einu sinni enn að það verður engin hvorki börn, fullorðnir, starfsmenn eða aðrir á vegum sveitarfélagsins látnir vera í óheilsuspillandi húsnæði og það verður brugðist við öllu sem þarf að bregðast við í þessu samhengi, bara svo það sé ítrekað. En ég ætla að gefa Guðveigu orðið, gjör svo vel Guðveig. Já, forseti og fundamenn, ég held að sé alveg rétt að valda ekki einhver óþarfa hræðslu en við þurfum líka bara að vera hreinskilin með hvert ástandið er og varpa ekki ábyrgðinni frá okkur. En mér langaði bara að óska eftir því að bókun meirihlutans yrði lesin aftur. Takk. Takk fyrir þetta Guðveig. Halldóra Lóa, ert þú til í að lesa bókunina aftur? Já. Meirihluti leggur áherslu á að búið er að gera allar þær varúðarráðstafanir sem lagðar hafa verið til af sérfræðingum í myglumálum og komið hefur fram að óhætt er að vera í húsnæðinu út þetta skólaár. Nú þegar búið er að fá heildarskýrslu ástand húsnæðisins í hendurnar er hægt að taka ákvörðun til framtíðar húsnæði á staðnum. Færanlegar kennslustofur eru væntanlegar fljótlega sem mun koma þeim sem eru á því svæði sem verst farið og ekki er ráðlegt að laga með bráðabirgðaraðgerðum úr því húsnæði. Takk fyrir þetta Halldóra. Guðveig, ertu að kveða hljóðs eða er þetta gömul hönd? Gömul hönd. Davíð hefur beðið orðið, gjör svo vel Davíð. Já, forseti ágæta sveitarstjórn. Ég held að það sé nú kannski aðeins misskilningu með það þó að það sé búið að taka sýni núna úr öllum deildum eða stigum, kennslustigum skólans að þá er ekki búið að taka sýni úr öllum skólanum eða rannsaka ástand alls hússins og eins og kemur fram í þessari skýrslu að þá taka þeir ekki afstöðu til þess hvernig ástand getur verið inni í lofti eða þaki hússins. Það var hins vegar gert í eldri hlutanum, það var ítarlegri skýrsla og úttekt gerð í haust á eldri hlutanum. En það er ýmislegt eftir að kanna, þetta er ekki allsherjar skýrsla sem hægt er að gera einhverjar áætlanir út frá. Það er bara að koma því á framfæri. Takk fyrir þetta Davíð. Eru fleiri sem eru kveðið sér hljóðs undir þessum lið? Svo virðist ekki vera, þá telst þessi fundargerð frá fundi byggðarráðs númer 558 fram, nei, Halldóra Lóa, ert þú að kveða hljóðs? Gjör svo vel. Já, mér langaði samt aðeins að fá að taka þennan bolta sem Davíð var að kasta hér fram. Við óskuðum eftir úttekt á nýrri hluta húsana og þeir fóru yfir það svæði og könnuðu ástandið þar. Fóru allstaðar þar sem þeir einhverjum ummerki voru að eitthvað gæti mögulega verið í ólagi og meðal annars tekið samskeyti og þak þar sem fannst leki og verið að bregðast við því. Þannig að mér langaði bara að
óska eftir frekari skýringum á því í hvað hann að vísa. Takk. Já, takk fyrir þetta, Halldóra. Það væri mjög áhugavert að fá nánari skýringar eða hvað er ekki til í... Ég er ekki með skýrsluna að opna fyrir framan mig, en það kemur, ég las það í skýrslunni að þetta væri eingöngu út frá sjónrænni skoðun, þar sem greinileg ummerki væru sjónrænt á leka, að þeir tækja ekki ábyrgð á því að skemmdir gætu verið frekari eins og til dæmis undir gólfum, upp í þaki og þess aftar. Þetta var eingöngu sjónræn skoðun. Takk fyrir þetta, Davíð. Eru fleiri sem vilja kveða sér ljós? Magnús Mári, gjörðu svo vel. Já, ég það var aðeins að bregðast þessu, forseti og ágæta sveitarstjórn. Þetta svona pínu vont að verið að vitna, að taka einhvern svona eina setningu inn úr stórri skýrslu og verða í að því að þetta hef ekki verið mjög ítaleg og einhverju sjónræn skoð. Það var tekið pröfur úr byggingarefnum, það voru teknar strokur, það voru gerðar DNA-mælingar. Þetta var nánast eins ítaleg skoðun og í fyrri helmingnum á húsinu. Það sem kannski verið að segja þarna og eðlilega setja menn fyrirvara við það er ekki búið að fara upp undir þak og skoða, það hugsanlegt að það geti verið einhvers staðar meira, en í því felst náttúrulega það svo vinna sem núna í gangi, það verið að taka dúka frá, það verið að skoða niðurföll, og það verið að í þessari skýrslu talað hugsanlega þurfi að skipta að þak eða klæða og það bara fullt og gera sér allir grein fyrir því, það fullt af upplýsingum annað til viðbótar og ekki einhverjum sjónræna skoðun að ræða, en við teljum okkur núna að vera að koma með mjög góðar upplýsingar og það snýst með fundurinn sem var í dag, upplýsa fólk stöðu mála, þannig að enn og aftur þetta sem mjög gott að við fáum yfirferða þessari skýrslu fyrir alla sveitarstjórn og svona áttum okkur á raunverulega stöðinni og förum ekki að rjúka eftir handa og þótta með einhverju svona of hástemmdar yfirlýsingar. Þú ert á mute, Lilja. Já, takk fyrir þetta, Magnús. Ég tek bara undir það með Magnúsi. Ég held að sé mjög skynsamlegt að fólk kynni sér vel efni skýrslunnar, sérstaklega áður en að fara að bóka einhverjar hrakspár. En ég ætla að gefa Guðmundi Frey orðið. Já, forseta fundarmenn. Mér leyfist að tjá mig undir öðrum liða þessa fundar byggðarráðs eða liðinum 7, þar sem fjallað flutning á riðið gegnum Borgarbyggð, að þá held ég að það sé ákaflega mikilvægt að sveitarfélag sem okkar sem í raun, það er mjög stórt og okkar sveitarfélag liggur þessi þjóðvegur 1 að við í rauninni undirströkum alvarleika þess sem að þetta gerist því að þetta er ekki fyrsta sinn sem að riða kemur upp á landinu og eigum við vona því að það verði staðið af flutningum á sama máta en auðvitað vandamáli kannski heldur stærra eða verkefni öllu heldur að bregðast við svona löguðu, þannig að ég vildi bara undirstrika það að við erum með allt okkar úti til þess að koma í veg fyrir að svona gerist. Takk. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Eru fleiri sem vilja kveða sér ljós undir þessari fundargerð byggðarráðs? Svo virðist ekki vera. Telst þá fundargerð frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 558 framlögð. Þá erum við komin að lið númer 18 á fundardagskrá, en þar lögð fram fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nefndarinnar nr. 22 og ætlar Guðmundur Freyr Kristbergsson formaður nefndarinnar að fylgja henni úr hlaði. Gjörðu svo vel, Guðmundur Freyr. Eru ekki lið númer 18 umhverfis- og landbúnaðarnefnd? Má ég kannski bara
fylgja því? Afsakið. Það er Halldóra Lóa, varaformaður umhverfis- og landbúnaðarnefndar sem ætlar að fylgja þessari fundargerð og hlaði. Gjörðu svo vel, Halldóra. Já, takk fyrir það. Fundur umhverfis- og landbúnaðarnefndar númer 22 fól í sér 6 liði, fleiri, 8 liði. Og í fyrsta lagi var farið yfir aðgerðaráætlun eða svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs sem hefur verið fjallað þó nokkuð núna hjá okkur í sveitarstjórn, en tillögur starfshópsins voru hérna lagðar fyrir nefndina. Í öðrum lið þá var rætt friðlýsingar, en það kom erindi frá Landgræðslunni þar sem var lagt til að ráðist verði í endurheimt votlendis vestan við Borgarvog samhliða friðlýsingu á Borgarvoginum. En það svæði núna verið að nýta til hrossabeitar. Við erum nú nýlega búin að gera samninga frekari beit og töldum þar af leiðandi ekki til 5 ára og töldum þar af leiðandi ekki tímabært að fara að skoða endurheimt votlendis á svæðinu. En þakkuðum kærlega fyrir erindið og það bara þakkarvert að Landgræðslan fylgist vel með okkur og vilji leggja okkur lið í þessum efnum. Þriðji liður á dagskrá, þar var lögð fram kynning á nýstofnuðu ferðafélagi Borgarfjarðarhéraðs, þar sem að fyrsti áfangi þess félags er vilji til þess að stika og gera vatnaleiðina aðgengilegri fyrir ferðamenn og þau áform voru kynnt fyrir okkur í nefndinni. Undir 4. lið þá var farið yfir hreinsunarátak sem á dagskránni og Þórdís kom inn á í sínum málflutningi hér í upphafi fundar. En þau verða sem sagt í þéttbýliskjörnum sveitarfélagsins 20. til 27. apríl og í dreifbýlinu verða það 31. maí til 7. júní annars vegar og hins vegar 9. til 16. júní. Síðan var ákveðið að við myndum taka þátt í stóra plokkdeginum bara svona hver fyrir sig eða hvert svæði fyrir sig og ætlum við að hvetja til þess að fólk bara taki þátt í sínu nánasta umhverfi, en sá dagur 24. apríl. Þá hvetjum við alla íbúa sveitarfélagsins til þess að fara út og tína rusl og gera fínt í kringum sig. 5. liður var losunarbókhald og loftslagsstefnu, en samkvæmt loftslagslögum númer 70/2012 þá eiga sveitarfélög að setja sér loftslagsstefnu og setja fram aðgerðir það hvernig ætla að draga saman losun gróðurhúsalofttegunda og það var sem sagt ákveðið að hefja vinnu við gerð loftslagsstefnu hjá sveitarfélaginu. Og við stefnum að því að fyrsta útgáfan af þessari loftslagsstefnu liggi fyrir í árslok 2021. 7. liður þar var verið að óska eftir svæði á Varmalandi fyrir hrossabeit og svæði sem að þessir aðilar óskuðu eftir var sem sagt undir það samningur við UMSB landið að þau hafi í rauninni afnotað þessu svæði, mjög gamall samningur og það var ákveðið að óska eftir því að starfsfólk stjórnstýrsu og þjónustusviðs myndi kanna aðkomu UMSB að þessu svæði og hvort það hafi yfir höfuð hug á að nýta þetta svæði og hvort að hægt verið þá að leigja þetta svæði út. 7. liður þar var verið að óska eftir að taka grænt svæði í fóstur. Þetta svæði á Kleppjárnsreykjum fyrir ofan í rauninni byggð þar sem verið að óska eftir að gera svæðið aðgengilegt fyrir almenning og við fögnum bara því að fólk hafi áhuga á því að taka þessu svæði í fóstur, eitthvað sem við höfum haft áhuga á því að gera meira af og gera aðgengilegt, en svona græn svæði þau eru með þeim skilmálum að það geta allir að geta farið þessi svæði og má ekki loka þau af. Síðan var 8. og síðasti liður, þar var farið yfir í rauninni bara þau verkefni sem
verið hefur verið að vinna í umhverfis- og landbúnaðarmálum og þarna listi meðal annars samþykkt búfjárhald, innheimta gæludýragjalds, aðstoð við ferðafélag Borgarfjarðar, vinna við losunarbókhald og loftslagsstefnu. Í kjölfar slyss í Hafnarfirði þá fengum við ábendingu að bílastæði við íbúðarhús í Þórólfsgötu væri eitthvað sem þyrfti að skoða. Það er verið að laga það svæði til dæmis. Það var verið að skoða Bjarnhóla og skýrslu mengunarmælingar sem við fengum í rauninni fyrr á þessu ári og fylgja því máli eftir. Og síðan er verið að skoða göngustíga í þéttbýli og ýmsar aðrar upplýsingar. En þessi liður eru oft mjög góður til þess að bara sjá hvernig verið er að halda málum og fylgja þeim eftir. En fleira var ekki gert á þessum fundi, en ef einhverjar spurningar eru þá svaraði þeim sjálfsögðu. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Ég gef orðið laust þessa fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst í fundargerðin framlögð. Þá er komin að lið númer 19 á fundardagskrá og þar er lögð fram fundargerð velferðarnefndar Borgarbyggðar frá fundi nefndarinnar númer 114 og ætlar Silja Eyrún Steingrímsdóttir formaður velferðarnefndar að fylgja fundargerðinni á hlaði. Gjörðu svo vel, Silja. Já, forseti og aðrir fundarmenn. Við héldum velferðarnefndarfund á Teams fundinu þar á undan. Hann var númer 114. Við fengum, byrjum að ræða kynningu og móttöku flóttafólks og það voru fleiri sem fengu að sitja með okkur undir þeim lið og þá kom hún Margrét Jónsdóttir Narvik, rektor Háskólans Bifröst og kynnti fyrir okkur hvernig hún sér fyrir sér hugmyndir á móttöku flóttafólks og hvernig Bifröst getur komið að þeirri móttöku. Við ákveðum að í framhaldinu að fá kynningu félagsmálaráðuneytisins á verkefninu fyrir velferðarnefnd en svo var okkur líka boðið var svona kynningafundur samræmda móttöku flóttafólks sem var bara mjög frálegur svona það sem ég náði að heyra af honum, ég náði ekki að setja hann allan. Síðan vorum við að fjalla aðeins áfram öryggisþjónustuna Borgarbyggðar kom sviðsstjóri þar inn og fóru hans yfir minnisblað sem var búið að leggja þar fram sem að við fólum bara félagsmálastjóra að halda áfram að vinna málið og undirbúa samráðsfund með íbúum hvernig þessum málum eigi að vera háttað. Númer 3 var svo starfshópur öldrun og fundargerðir varðandi húsnæðismál og við vorum svona ítreka það að fara að reyna að finna húsnæði fyrir dósamóttöku og fleira. Og síðan fórum við yfir COVID-stöðuna og aðgerðir félagsþjónustu en þau hafa náttúrulega þurft að skipta svolítið upp eins og í öldunni núna af því að það eru bara 10 mánaða takmarkanir. Þannig það hefur alveg haft smá áhrif en kannski ekki jafn mikið og áður eins og í sambandi við félagsstarf aldraðra og fleira bara því að það er búið og bólusetja náttúrulega töluvert þar. Síðasti liðurinn var svo umsókn aðild að Barnavernd Borgarfjarðar þar sem var samþykkt að nefndin samþykkti það að halda samstarfinu áfram. En það var frekar stuttur samningurinn sem var gerður fyrst. En svo var ekki fleira gert. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Silja. Ég gef orðið laust þessa fundargerð velferðarnefndar Borgarbyggðar. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, telst í fundargerðin framlögð. Þá eru komin að leið, Magnús Mári kveður sér hljóðs. Gjörðu svo vel, Magnús. Já, takk fyrir það, forseti. Afsakið sein viðbrögð. Ég ætlaði nú bara kannski að fagna þessari umræðu móttöku flóttafólks og svona hvernig verið er að undirbúa það og vinna. Mér finnst þetta mjög áhugavert og ég held við eigum að fylgjast vel með og ég held að ef að velferðarnefnd fær þessa kynningu þá getur það jafnvel verið hollt fyrir fleiri að setja hana eins og var gott fyrir okkur að koma hann inn og fundi til ykkar þegar rektor og bifröðstjóri að segja frá svona sinni hlið á málinu þannig að ég hvet bara okkur öll til þess að fylgjast með þessu. Ég held að það geti verið áhugavert. Takk.
Takk fyrir þetta, Magnús. Davíð hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, forseti, ágætu fundarmenn, ég ætla bara að taka undir áhyggjur velferðarnefndar blessuðu dósamóttökuna og brýna það bara fyrir byggðarráði að fara að finna lausn á því máli sem allra fyrst. Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Þið megið taka niður hendur sem eru búin að kveða sér hljóðs. Silja hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Silja. Þú ert á mute, Silja. Forseti og aðrir fundarmenn. Ég ætla að byrja að taka undir með Magnúsi með fyrsta liðin varðandi kynningu og móttöku flóttafólks og svona kannski hvet þá sem hafa ekki fengið þessa kynningu að vera með okkur þegar við fáum kynninguna betur og vera svolítið inn í þessu máli með okkur. Ég held að það sé bara mjög jákvætt og að fylgjast bara svolítið með þótt að við kannski og sjá aðeins hvernig það er hægt að vinna úr þessu. Og í sambandi við dósinnar, Davíð, ég tek alveg undir það og það þarf að fara að finna einhverja lausn á þessu, en ég held að það sé allt í vinnslu líka bara í stjórnsýslunni. Takk. Takk fyrir þetta, Silja. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Svo virðist ekki vera. Telst á fundargerð velferðarnefndar frá fundi nefndarinnar nr. 114 framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið 20, en þar er lögð fram fundargerð fræðslunefndar Borgarbyggðar frá fundi nefndarinnar nr. 198 og ætla Magnús Mári Snorrason, formaður fræðslunefndar, að fylgja fundargerðinni á hlaði. Gjörðu svo vel, Magnús. Já, takk fyrir það, forseti, og ágæta sveitarstjórn. Þessi fundur var númer 198 í fræðslunefnd og fyrsti liður á dagskrá þar því miður er aftur orðin COVID-19 staðan. En við svona bara vildum fara aðeins yfir eins og þið muni nú uglust öll þá þurftu menntastofnanir að loka allar nema leikskólar og við vorum svona bara að upplýsa stöðuna á þessum tímapunkti. En við höfum líka vitað það líka, það er búið að opna þær aftur og með svona minni takmörkunum heldur kannski við óttuðum, þannig að það er svona flest okkar skólastarf komið í þokkalega skorðar aftur, en þetta þetta samt sem áður ekki náttúrulega svo viljum hafa það, en vonandi lagast það með tíð og tíma. Þá fjölluðum við í öðrum liðum leikskólagjöld, svona þann punkt að það væri röð til að það væri felldir niður leikskólagjöld þeirra sem að hefðu börnin heima á þessum dögum sem að var verið að það sem að svona samkomu takmarkanir voru í gildi þegar við vorum að höfða til foreldra og óska eftir því að þau myndu reyna að hafa börnin heima og það var svo samþykkt að halda að þetta er þessar dagar sem að leikskólarnir náðu nú mitt. Þá er það þriðji liður, það var skóladagatelið og við höfum verið að leggja mikla áherslu á það á síðustu ár að samræma starfsdaga á milli skólastofnana og það hefur gengið mjög vel og þannig er einnig núna. Það eru þá 5 starfsdagar sem eru sameiginlegir og þetta svona getur hjálpað til fjölskyldur að skipuleggja sig í kringum sín frí og annað. En það er aðeins umræða núna hvort það sé ekki möguleiki að hafa þetta samræmt að mestu leitin þó ekki öllu og það verður svona 3-4 dagar sem verður samrændir en ákveð frjálsræðum 1-2 og þetta við svo sem bara ræðum það áfram. Það maður skilur það í sumum tilfellum erfitt fyrir skólastofnanirnar að samræma sig. Það eru kannski ekki allar eins og hafa svona ólíka þarfir. En þetta hafðist í þetta sinn enga síður. Fjórði liður á dagskrá er skólastefnan. En við erum að undirbúa endurskoðun á skólastefnu Borgarbyggðar fyrir árið 21-25 og höfum svona verið að funda. Það var ákveðið að stýrihópurinn í þetta skipti yrði bara fræðslunefnd og við erum svona ég var svolítið ánægð með störf fræðslunefndar í þessu. Það var gagnlegir fundir og öðruvísi að koma svona saman utan formlega fundar og ræða
skólamál í víðu samhengi og það svona jákvætt í þessu en við einnig náttúrulega munum við hafa mjög mikið samráð við alla hagaðilega í þessu og Ingvar Sigurgeirsson sem svona sérfræðingur sem við höfum fengið til þess að aðstoða okkur aðeins við þetta, hann hefur verið að heimsækja stofnanir og fá meira annars í alla leikskóla og lýst yfir mikillega ánægju með þá, svo það sé sagt og heimsótt einnig tónlistarskóla Borgarfjarðar og fundar með stjórnendum og við erum búin að ákveða að fara svo fundarherferð og heimsækja skólastofnanir, ræða við foreldra og fleiri. Ætluðum að funda með foreldrum á Varmalandi og ræða þar svona kannski stöðuna þar og ýmislegt fleira en því verður líklega frestað eina ferðina enn vegna þess að það var aftur settar hertar reglur samkomur en við sjáum til hvort að fólk vill hafa þann fund, netfund eða hvort við geymum það aðeins þannig að við getum hitt fólkið. 5. liður hér öryggismál í biðskýlum en við fengum erindi frá foreldrafélagi grunnskólans í Borgarnesi. En það þannig að það urðu ákveðin atvik þar sem að börnum og við grunnskólan var boðið þar upp í bíl af einhverju fullorðnum einstaklingi, eðli málsins samkvæmt fólk óttaslegið yfir þessu. Foreldrafélagi sem sagt skoraði á okkur að huga að öryggismálum í þessum skýlum og lagði til hugmyndir eins og lýsingu og myndavélar og ýmislegt fleira og það voru mjög svona bara áhugaverðar umræður þetta þarna og allir sammála það þyrfti að gera það sem hægt í því að auka öryggi barna en auðvitað okkur líka einhverjar hömlar settar í því. Við vísum málinu til byggðara sem þó ekki búin að taka það fyrir og það skilst mér eina ástæða fyrir því bara að sviðsstjóri þurfti að afla upplýsinga hvað það væri hægt að gera, hvernig við gætum til dæmis aukið lýsingu á þessum stöðum og svona kannski þess áttar við munum taka þetta vonandi fyrir í byggðaráði þá bara næst. Þá það liður 6 en það viðbrögð við biðlistum en það var svolítið bara ákveðið að fara aðeins yfir stöðuna. Núna þegar eins og ég nefndi í máli mínu áðan að þá erum við komið með þessar færanlegu kennslustofur inn á lóð Uglukletts þar sem að búið að færa hluta starfsemin inn í það þá í rauninni samt starfsmannaaðstaða og það þá komin önnur deild inn í húsinu þar sem starfsmannaaðstaðan var. Þetta leysir í það minnsta málið í bráð og ánægilegt að sjá það virtist vera svona ánægi með þetta bara þessum að fulltrúar sem að þekkja vel til þarna töldu þetta vera bara góða lausn. Þá hér erindi frá GBF varðandi vindmælingar en það hefur verið svona talið auka öryggi skólaaksturs ef það væri bætt við vindmælum á leið í skólan og við það var sent erindi á vegagerðina sem svaraði til að þetta kostaði peninga og væri ekki á dagskrá hjá þeim og lagði til að sveitarfélagi kæmi með fjármunni í þetta. Fræðslunum fannst það kannski væri nú fyrst og fremst hlutverk vegagerðarinnar en óskaði jafnframt eftir því að byggðaráð svona tæki málið upp með okkur og kannaði það hvort það væri ekki hægt að þrýsta frekar á vegagerðina í þessu máli þar sem að þetta myndi nú sennilega bæta öryggi töluvert. Þá 8. liður grunnur rakamyndur í grunnskóla Borgarfjarðar. Við erum alltaf búin að eiga heilmikla umræðu á þessum fundi það. Á þessum tímapunkti var fræðslunefnd ekki búin að var ekki komin skýrslan og við vildum bara taka þetta mál þarna inn til þess að svona halda nefndinni upplýsta eins og hægt var. Og við myndum sjálfsögðu gera það áfram. Þarna var bara rétt beðar að búið að fá kynninguna og þá virtust við eins og komið hefur í ljós. Það virtist vera þannig að það hluta þessu nýrra húsnæði sem líka rakaskemmt að einhverju leyti. Og 9. liður landsmót MFI 50+. Það sem sagt þetta landsmót verður haldið og það ákveðið. Við fengum ákveðin styrk til þess að taka þátt í þessu og vera með þessu og munum þurfa að setja framlag á móti.
Það þarf að sjálfsögðu að gera viðauka fjárhagsáætlun og það þarf að útbúa hann og leggja svo fyrir byggðarráð. Þá hér 10. liður ennþá inni en það var stýrihópur framtíðaruppbyggingu íþróttamannvirkja í Borgarbyggð. Þarna vorum við að vona að við fengjum inn skýrslu sem að mér skilst núna tilbúin stöðuna og niðurstöður þessa hóps sem búin að vera að rýna í þessi mál fyrir okkur. En hún var ekki klár á þessum fundi og máli var þar af leiðandi frestað en við fáum nú fréttir þessar skýrslu vonandi fljótlega þar sem mér heyrist að sé svona komin svona bara niðurstaða í það mál. Og svo hér 11. liður þar sem að íslensku menntaveljunin voru kynnt og fólk hvatt til þess að tilnefna til þeirra. Fleira var ekki á þessari dagskrá en ég svara spurningum með einhverjar eru. Takk fyrir þetta, Magnús. Ég gef orðið laust. Þess að fundargerð fræðslunefndar, Guðveig hefur beðið orðið, gjör svo vel, Guðveig. Já, forseta fundarmenn, ég þakka formanni nefndarinnar fyrir yfirferðina. Mér langar til þess að kveða mér hljóðs undir liðnum sem fjallar öryggismál í biðskýlum og í rauninni þakka foreldrafélagi grunnskólans í Borgarnesi fyrir þetta erindi. Ég lagði sjálf til við gerð fjárhagsáætlana fyrir held ég 2 árum síðan að sveitarfélagið myndi setja á fjárhagsáætlun að skipta út þessum biðskýlum og ég held að sé bara ágætt að það komi fram líka að þessi biðskýl eru í fyrsta lagi orðin 40 ára gömul og það er mikil óprýði af þeim. Þau eru bara illa farin og ljót. Ég benti á líka í þessu samhengi þegar við ræddum þetta áður að það eru náttúrulega líka tækifæri fyrir Borgarbyggð að uppfæra þessi biðskýli, ekki bara út frá svona öryggissjónarmiðum og lýsingum heldur eins og við höfum bara séð annars staðar hér á landi og erlendis hvað varðar bara auglýsingatekjur og annað eða upplýsingamiðlun til íbúa. Þannig að ég held að sé alveg orðið tímabært að við setjum einhverja fjármuni í þessi skýli sem að hafa staðið þarna síðan ég held að allavega margir á þessum fundi hafi staðið í þessum skýlum sem börn og þau hafa munað fífil sem fægri. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðveig. Ég gef orðið laust. Það eru ekki fleiri sem kveða sig hljóðs og telst því þessi fundargerð fræðslunefndar frá fundi nefndarinnar nr. 198 framlögð. Þá erum við komin að lið nr. 21 á fundardagskrá en þar er lögð fram fundargerð atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar frá fundi nefndarinnar nr. 23 og ætla Magnús Mári, varaformaður nefndarinnar, að fylgja fundargerðinni úr hlaði. Gjörðu svo vel, Magnús. Já, takk fyrir það. Fyrsti liður á dagskrá, þetta var fjallað atvinnulíf Borgarbyggðar eða ber yfirskriftina atvinnulíf Borgarbyggðar. En þá kom sem sagt Guðný Elíasdóttir, deildarstjóri skipulags- og byggingamála á fundinn og var að fara yfir útfærslur á kortavefsjóni sem kemur til með að sýna með einfaldum hætti lausar lóðir í Borgarbyggð. Þetta er svona jákvæðar úrbætur. Þannig í útfærslunni kemur fram, þá koma fram stærð og gerð lóða ásamt gatnagerðargjöldum. Og þegar þessi útfærsla er tilbúin þá er hægt að fara markvisst í það að kynna lóðir og auglýsa eins og við erum búin að vera að undirbúa í þessari ágætu nefnd. Annar liður er plan B 2021 en þá komu skipuleggjendur plan B artfestival á fundinn og Sigþóra Óðinsdóttir og Guðlaug Dröfn kynntu fyrirkomulega hátíðarinnar og eins og alltaf er þetta flott og metnaðarfull dagskrá og mikilvægt að þessi hátíð fái að festa sig í sessi hjá okkur og blómstra áfram. Þá er þriðji liður dagskrá, þá eru styrkir á sviði menningarmála en við vorum búin að fjalla það fyrr á þessum fundi en það er sem sagt búið að setja fram svona ákveðnar reglur og ramma utan úthlutun á fjármunum til ákveðna menningarverkefna sem ekki falla beinlínis undir menningarnefndin okkar, eða sem sagt menningarsjóðin. Og þessi fundur er búin að samþykkja þær reglur
Þá fjórði liður umsókn styrk frá Sirkus Ísland. Þetta sem sagt ástæðan svolítið fyrir því að verið var að setja þessar nýju reglur og það hefur verið að berast til þessar nefndar ýmiss konar umsóknir styrki og þarna var umsókn frá Sirkus Ísland en nefndin í rauninni bókar þannig að það hefur verið búið að samþykkja þessar reglur eða þær hafði verið samþykktar þessu fundi og lagðar fyrir sveitarstjórn sem núna var að samþykkja reglurnar og þannig að umsækjendur verða þá hvattir að sækja þegar að þessar reglur liggja fyrir og fjármunir í úthlutun. Sama á lið 5, þar var sirkussýningin allra veðra von sem óskaði eftir styrk og nefndin afgreiðir það með sama hætti og vísar í það að þegar búið er að samþykkja þessar reglur og verður úthlutað þá væntanlega í maí muni nefndin getur tekið afstöðu til þess. Sama á lið 6 sem húsaskilti þar sem Hollvinasamtök Borgarness óska eftir styrk til þess að koma á húsaskiltum fyrir elstu hús í Borgarnesi. Áhugavert verkefni mjög en nefndin ákvaða að gera þetta með sama hætti og mun afgreiða þetta þegar að verður úthlutað úr þessum nýja sjóði og niður 7 með sama hætti þar upplýsingaskilti styrkbeiðni frá Hollvinasamtök Borgarness líka þar sem maður verið að tala að búa til upplýsingaskilti í Borgarnesi en þarna verður tekin afstæða til þessara styrkbeiðni þegar búið er að leggja aftur reglurnar fyrir og verður úthlutað þaðan. Þá 8. liður markasmál 2021 en það einnig liður sem var afgreiddur hér á sveitarstjórn þar sem var samþykkt að taka tilboði mannafla marketing vegna markaðsherferðar og það ánægilegt að sjá þetta komið í full swing tengslu við markaðsstefnumótuna. Og þá það hér 9. liður að vestar og fleiri þættir á vegum en 4 og það var boðið upp á þátttöku í verkefni hjá N4 þar sem var verið innslög í þáttaröðina vestan en nefndin ákvað þar sem verið að fara í þessar markaðsherferð þar sem var verið að samþykkja hér á fundinum að fara ekki í samstarfið N4 að svo stöddu og þar bara verið ákveðið að setja fjármannina frekar þessa markaðsherferð heldur þetta kynningarefni sem þó ágætt og við vorum með síðast svo þessi bara því sé haldið til haga og nú stendur einmitt til að nýta það efni svolítið í kynningar fyrir okkur. Fleira var ekki á þessum fundi. Takk fyrir þetta, Magnús. Þá gef ég orðið. Ég hef mist af nokkrum liðum og bil í dagskránni hjá mér. Viltu að ég klári? Já, endilega, kláraði. Það nefnilega liður 10 sem heitir vefgreining fyrir heimasíðu Borgarbyggðar. Þar fengum við sem sagt kynningu frá fyrirtæki sem heitir Site Improve sem var að óska eða að bjóða upp á ákveðna þjónustu við greiningu á heimasíðu en það var ekki vilji til þess að fara í það. Svo erindi frá Önnu Heiðu Baldursdóttur undir lið 11 samstarf safna í Borgarbyggð en hún sendir þetta erindi frá Landbúnaðarsafns Íslands og Snorrastofu þar sem óskað eftir fjárstuðningi vegna prentunar og aðgangskortu fyrir söfn sveitarfélagsins og beðið álit og hugsanlegri varðveislusetur fyrir öll söfn í Borgarbyggð. Og þetta mjög áhugavert verkefni og nefndin tók jákvætt í erindið og fyrra erindið, þetta eru 2 erindi varðandi prentun og sameiginlegum aðgangskortum og við ætlum að kynna það vel og taka þátt í því og svo nefndin einnig spennt fyrir þessu verkefni varðveislusetur og telur að þetta væri góð staðsetning að hafa slíkt setur í Borgarbyggð og verið mikill ávinningur ef það myndi rísa hér en það stendur sem sagt til að óska eftir fundi með mennta- og menningarmálaráðherra málið en það er mikilvægt að samstarf þaðan sé líka til staðar. Og þá hér liður 12 þar kaup á vörsluskápum þeirra listast á Borgarness
og þar var framlagt erindi frá Guðrúnu Jónsdóttur vegna kaupa listasafns Borgarleikhúss á listaverkaskápum. Þar í rauninni verið að kynna bara þessa aðgerð, það eigi að fara í þetta, það til administratífsfjármunir í þetta sem sagt verkefni sem að listasafnið sjálft hefur aðganga og nefndin mælist því ekki gegn þessum kaupum en svona áreittar að það sé mikilvægt að eiga samtal staðsetninguna. Því eins og við vitum þá eru húsnæðismálin býsna flókin hjá okkur þessa dagana. Þá held ég að ég sé búin með þessa fundargerð. Takk. Takk fyrir þetta, Magnús Smári. Ég gef þá orðið laust þessa fundargerð atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar. Það enginn sem kveður sér hljóðs og telst því fundargerð atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar frá fundi nefndarinnar nr. 23 framlögð. En þá erum við komin að 22. lið á fundardagskrá. En þar að ræða fundargerð skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar frá fundi nefndarinnar nr. 23. Og nú ætla Guðmundur Freyr að fylgja þessari fundargerð úr hlaði. Gjör svo vel. Já, takk fyrir forseti og ágætu fundarmenn. 23. fundur skipulags- og byggingarnefndar var haldinn núna þriðjudaginn síðastliðinn eftir páska og voru 15 mál á dagskrá og eðli málsins samkvæmt voru í fjarfundi. Ég ætla nú svona að drepa niður þeim málum sem hafa ekki komið hérna fram á fundinum en fyrsta máli hérna að við fengum inn umsókn að bæta við 2 bílastæðum inn á lóð í Sæunnargötu 6 og rökin fyrir þeirri beiðni í rauninni vegna skorts á bílastæðum í götunni og auk þess sem að Sæunnargötu 6 stendur hérna við gatnamót þar sem að getur skapast í rauninni hætta og sér í lagi í hálku og vetrarfærð. Og í rauninni tekur nefndin vel í hugmyndina út frá öryggis- og umferðarsjónarmiðum og óskar í rauninni eftir frekari eða nánari útfærslu á þessum stæðum að svo komnu máli. Nú það kom inn erindi vegna Fjólukletts 9 til 11 en þarna að ræða auða lóð, parhúsalóð sem að deiliskipulag gerir ráð fyrir. Parhúsi, 2 íbúðum þá á sem sagt 2 hæðum og þarna er verið að óska eftir að breyta lóðinni eða sem sagt breyta deiliskipulagi þannig að sem gerir ráð fyrir raðhúsi með 3 íbúðum og það ekki breyting á nýtingarhlutfalli eða byggingarreitum en og í rauninni til nefndin bara breytinguna jákvæða á þessum stað en þar sem að lóðinni hefur ekki verið úthlutað þá ekki hægt að verða við þessari umsókn að sinni þannig að Nú það kom inn erindi vegna uppbyggingar í Litla Tunguskógi í Húsafelli. Svæðið í dag skilgreint í aðalskipulagi sem frístundabyggð en í erindinu óskað eftir breytingu þannig að svæðið verði skilgreint sem blöndubyggð, frístunda- og íbúabyggð og einnig að svæðið verði skilgreint sem þéttbýli og nefndin fagnar þeirri uppbyggingu sem að stefnt að þarna á þessu svæði en við sjáum okkur ekki fært að verða við þessari ósk að svæðið verði skilgreint sem þéttbýli en ég heldur að svæðið geti í rauninni verið skilgreint sem blöndubyggð, það að blanda þá af frístunda- og íbúðabyggð og það í rauninni óska eftir að fá að funda með landeigendum til þess að ræða svona framtíðar uppbyggingu og landnotkun svæðisins og í rauninni bara svo það komið fram að þá er nefndin jákvæð fyrir þessum hugmyndum og við væntum þess að samtali verði gott þarna.
Svo tökum við hérna til afgreiðslu mál varðar Akra 4 vegna fyrirhugaðra hjólhýsabyggðar. Og nefndin telur ekki vera hægt að leyfa hjólhýsabyggð með varanlega staðsettum hjólhýsum í ljósi þess að skoðunarskylda vagna að ræða. Einnig ætti hjólhýsabyggðir í raun að flokkast sem afþreyingar og ferðamannasvæði í stað frístundabyggðar eins og kemur fram í umsókninni, þannig að við í rauninni höfnum þessu. Undir lið 10 var óskað eftir umsókn sveitarfélagsins vegna áforma breytta landnotkun. Það var í Urriðarálandi, já, það er rétt. Og það í rauninni kom ekki fram í hvað flokk var áformað að breyta og þannig að það var aðeins vantaði upp á erindi svo að það kemur væntanlega aftur inn á borð nefndarinnar seinna. Svo fór sviðsstjóri stjórnsýslu og þjónustusviðs yfir drög að nýjum lóðaleigusamningi fyrir borgarbyggðar hreinni. Þessi vinna fór á stað eftir tillögu að endurskoða úthlutunarreglur sveitarfélagsins. Þá af því tilefni að það voru margar lóðir í þéttbýlinu sem þessum framkvæmdir höfðu verið hafnar en höfðu svo stöðvast einhver hluta vegna og með bara ákveðinni slysahættu og óprýði í sjálf sér. Sú skoðun í rauninni leiddi í ljós að það hafi verið ástæða til þess að endurskoða lóðaleigusamningana jafnframt. Og töluverð vinna hefur verið lögð í að skoða lóðaleigusamninga annarra sveitarfélaga og skoða hvað getur verið það sem að passar hjá okkur hér í Borgarbyggð og reyna að byggja upp lóðaleigusamning sem passar hvað best við í okkar aðstæðum hér. Og vinnan vel að vera komin og bara svona sem dæmi þá kemur fram í drögum að nýjum samningi að kveði skýrt á tímamörk og það tengt í rauninni byggingarstigum og svo snýr í rauninni umræðan aðalega að þessum tímamörkum hvort það mætti rýmka þau eða hvort þau mættu standa. Og þá ef að fólk tefst þá þarf það bara að færa rök fyrir eða sækjum frest. Svo að lokum voru lagðar fram fundargerðir, afgreiðslufunda byggingarfulltrúa. Fleira var ekki gert. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Mummi. Ég gef orðið laust þessa fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Það enginn sem kveður sér hljóðs og telst í fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nefndar nr. 23 framlögð. Þá erum við næst komin að lið nr. 23 á fundadagskrá. Hann ber heiti Fjallskilanefnd Brekku og Sveifnarskarðsréttar nr. 47. Og ég gef orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem kveður sér hljóðs og telst í fundargerðin framlögð. Þá erum við komin að dagskrá nr. 24. Hann ber heiti Fjallskilanefnd Hítardalsréttar. Eða frá fundi þeirra nefndar, fundargerðin, frá fundi nefndar nr. 28. Ég gef orðið laust þessa ágætu fundargerð Fjallskilanefndarinnar. Það enginn sem kveður sér hljóðs og telst í fundargerðin framlögð. Forseti ætlar að leggja til pínu breytingu á fundardagskrá. Það kom fram tillaga frá Davíð Sigurðssyni fulltrúa Framsóknarflokksins undir lið 3 þar sem var ræddur ársreikningur. Þar bar hann upp formlega vantrauststillögu á meirihlutann og hans störf. Það hefur líklega ekki, við ætlum svona leiðrétta hans fundarsköpin og það eiginlega réttara að taka málið upp undir sér lið og bera það upp í fundin að taka það inn á dagskrá
opna svo fyrir umræðu liðinn og svo verði hann afgreiddur formulega með afgreiðslu og atkvæðagreiðslu. Þannig að forseti ætlar að bera það upp við fundinn hvort að tekið verði inn á dagskrá vantrauststillaga frá Davíð Sigurðssoni, fulltrúa Framsóknarflokksins, vantrauststillaga á meirihlutann og störf hans, hvort það verði tekið inn á dagskrá og þá kemur það undir lið 25 á fundadagskránni. Og þeir biðja þá fulltrúa sem samþykkja það að málið fari inn á dagskrá vinsamlegast að gefa merki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og þá kemur inn undir lið númer 25 fundarliður sem ber heitið vantrauststillaga á störf meirihlutans og ég ætla að gefa Davíð Sigurðssoni orðið þar sem tillagan kemur frá honum. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það, forseti. Ágætu fundarmenn. Ég ætla bara, svo sem ekkert að vera viltu forseti að ég lesi upp þá bókun sem ég lagði fram aftur? Nei, ég held að sé ekki þörf á því. Þú veist, það er bara því þessi liðir, þeir í rauninni tengjast í gegnum bókunum, en þetta er samt sem áður sér afgreiðslumál. Þannig að kannski bara svona ef þú aðeins áréttar þau sjónarmið sem þú vilja koma á framfæri og svo opnum við bara, gefum við laust orðið undir liðnum. Já, takk fyrir það. Látum sjá, ætla að reyna að finna þetta aftur. Og gefum við smá stund. Já. Ég veit ekki hvernig ég ætla að gera þetta. Þess ber að geta að þetta ekki í fyrsta sinn sem þetta gerist undir stjórn þessa meirihluta, heldur þetta annað árið í röð sem þetta gerist en á árinu 2019 var framkvæmt í skólahúsnæði tæplega 100 milljónum umfram fjárheimildir. Af þessum sökum okkur, fulltrúum Framsóknarflokksins, nauðugur sá kostur að kalla eftir því með leyfi forseta að leggja fram vantrauststillögu á meirihluta. Og það vantrauststillagan snýr fyrst og fremst að því að við teljum að meirihlutin hafi ekki þá yfirsýn yfir framkvæmdir eins og við höfum margsinnis á síðustu 2 árum bent á að meirihlutin hefur ekki þær yfirsýnir sem til þarf yfir framkvæmdir sveitarfélagsins. Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Ég gef orðið laust þennan lið. Kannski bara árétta, já, Halldóra Lóa hefur beðið orðið, gjör svo vel, Halldóra. Já, forseti ágæta sveitarstjórn. Mér langar að setja inn í rauninni ákveðin hluta af bókun sem kom fram hérna áðan með þessum lið líka. En við viljum árétta það að það var bent á þetta af endurskoðendum og það búið að vera að vinna í þessum málum og þetta eru ákveðinir ferlar sem þarf að lagfæra í stjórnsýslunni. Og við erum meðvituð það og við höfum eins og kom fram áðan margoft rætt það að þessa ferla þurfa að laga og það að við höfum ekki yfirsýn, ég tel það alfarið rangt. En ég vil samt sem að koma þessari bókun aftur á framfæri. Það þá svo eins og fram kemur í endurskoðunarskýrslu frá KPMG það framkvæmdi farið fram úr áætlunum. Það framúrkeyrslur má meðal annars rekja til þess að þegar farið var af stað í endurnýjun og eldra húsnæði við Grunnskóla Borgarness komu raka og miklu skemmdir sem ekki var vitað þegar lagt var af stað í verkefnið. Einnig hefur þetta sýnt okkur að þörf á endurskoðun allra verkferla sem snúa að stærri framkvæmdum, ábyrgð bygginganefnda, starfsmanna, eftirlitsaðila og sviðsstjóra. Þörf á að yfirfara vinnulag við viðaukagerð við fjárhagsáætlun. Það sem mestu skiptir í þessu máli að bregðast við með ábyrgum hætti.
Nú þegar verið að vinna í endurskoðun á því verklagi sem viðhaft í tengslum við frávikagreiningar í framkvæmdum og framkvæmdaáætlun. Loka bókun og takk fyrir. Takk fyrir þetta, Halldóra. Og kannski ef þú vilt leggja fram einhvern hluta bókunin aftur, Davíð, fyrst það var bókað undir liðnum, þá ykkur það heimilt, þið bara vitið af því, en hún rannsókn undir 3. lið líka. Guðveig hefur beðið orðið, gjör svo vel, Guðveig. Já, forseti og fundamenn, mér langar þá að beina því til formann byggðaráðs að því að nefnir að það sé ekki skortur á yfirsýn. Var þá meirihluti sveitarstjórna meðvitaður 260 milljón króna framúrkeyrslu í nóvember-desember. Og svo langar mig einnig að nefna það að það kannski ekki rétt að benda á að ástæðan fyrir þessari framúrkeyrslu sé helguð af óvæntri myglu í grunnskóla Borgarnes á árið 2020 af því að það var að sjálfsögðu eins og við vitum öll eitthvað sem kom fram miklu fyrr á framkvæmdaferlinu og þá langar mér einnig að benda á það að þegar við höfum spurt í sambandi við þessa 267 milljón króna framúrkeyrslu hvað hún heyrir undir að þá virðist heldur ekki vera nein yfirsýn yfir það þegar það hefur verið spurt og þá langar mér einnig að benda á að þegar að ég hef spurt út í þá lántöku sem var til að mynda gerð í janúar að þá voru fulltrúar heldur ekki meðvitaðir í byrjun þegar ég spurði hvort að hér væri verið að mæta kostnaði sem hefði komið að falli til í loka ársins 2020 eða værið fyrir 2021 og það þurfti að grænslast fyrir það. Þannig að yfirsýnin kannski ekki eins mikil og menn vilja láta í veðri vaka. Takk fyrir þetta, Guðveig. Halldóra Lóa hefur beðið orðið, gjör svo vel, Halldóra. Já, forseti og geta sveitarstjórn. Bara aðeins til þess að bregða við þessum spurningum hjá henni Guðveigu. Í nóvember-desember voru ekki allir reikningar sem lágu fyrir og við vorum að leiðrétta reikning sem komu inn núna eftir áramót sem hefði verið bókfærðir í rauninni á 2021 en átti að vera bókfærðir á 2020 og eins og Guðveig á að vera ljóst að þá eru þessi reikningsskil og uppgjör það gert í rauninni á lengri tíma en svo að það sé allt komið og allt komið á hreint í nóvember-desember. Og eins og hún satt á fundinum sjálf að þá eru lántökur sem hafa verið farið í á þessu ári og síðasta í samræmi við fjárhagsáætlun. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Þetta gömul hönd, Guðveig? Já, ég veit ekki alveg hvort eitthvað var á undan, en ég gef bara Guðveigu orðið. Gjör svo vel, Guðveig. Já, takk fyrir það. Að sjálfsögðu ég og við meðvituð það að það geti alltaf komið og fallið einhverjir reikningar á milli ára en fulltrúar meirihlutans hljóta að vera sammála okkur það að þetta séu enga smá upphæðir, þurfum að tala næstum 300 milljónir og það hlýtur að hafa eins og fram hefur komið í skýrslu KPMG þá það kannski ekki innan eðlilegra skekkjumarka en nema ykkur finnist það, þá ágætt að Þú ert á mute, Guðveig, varstu búin? Ég í rauninni var ætlaði bara enda með að segja að það náttúrulega væri ágætt að ef og við varum þá upplýst það að fólki þykir það eðlilegt að 300 milljónir sé innan skekkjumarka með reikninga sem að falla á milli áramóta. Takk fyrir þetta. Davíð hefur beðið orðið, gjör svo vel, Davíð. Já, eins og ég kallaði nú reyndar eftir í upphafi þessa fundar að þá þurfum við að
fá bara mjög góðar útlistanir yfir þessar 267 milljónir og nákvæmar útlistanir yfir hvað að ræða. Ég held nú að ég hefði heyrt talað það af endurskoðendum í upphafi fundarins að hefði verið að ræða 15 milljónir sem hefðu verið færðar yfir á vitlaust ár, þannig að það nú ekki nema brota af þessum 267 milljónum. Þannig að þetta hlýtur bara að koma betur í ljós og við getum klárað að ræða það betur við seinni umræðu ásetnings. En ég held við ættum bara að vinda okkur í að afgreiða þessu vantrauststillögu. Takk fyrir þetta, Davíð. Þórdís hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Þórdís. Já, bara út af forseti sveitarstjórnarfulltrúar, út af að komið inn á lántökuna, þá lántakan í samræmi við fjárhagsáætlun og til áætluð í fjárfestingar ársins og bara í samræmi við það sem þarf að leggja út í á sveitarfélaginu. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta, Þórdís. Halldóra Lóa, gjörðu svo vel. Já, örsnögt. Það ekki verið að tala þegar ég að tala þessar 267 milljónir sem verið að ræða hér. Ég ekki að tala að það hafi vantað þá yfirfærslu á milli ára. Ég að tala yfirsýnina sem Guðjón var að nefna áðan þegar ég að ræða þá hluti og hvernig bara reikningsbókhaldiðinu háttað hjá sveitarfélaginu, bara svo það sé skýrt að það ekki verið að vitna í þessar 200 rúmar milljónir. En að sjálfsögðu eins og við bókum, þá tökum við þessar athugasemdir alvarlega. Og við erum að vinna í því, við erum byrjuðum á síðasta ári og ætlum að klára þetta núna, að vinna í þessum verkferlum og það alveg ákveðnir hnökrar sem við vitum á og að koma upp og þess vegna höfum við rætt það oft og ítarlega að það þurfi að gera ákveðnar breytingar til þess að svona verkefni skili sér rétt alla leið. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra, og kannski líka aðeins að bæta við að það heldur ekki rétt eins og kom fram í máli Guðveigar sveitarstjórnarfulltrúa áðan að það hafi legið fyrir alveg í upphafi hversu miklar rakaskemmdir voru. Það þannig að það hefur komið upp bara ýmis verkefni sem við þurfum að leysa við það að lagfæra gamla húsnæðið í grunnskólanum í Borgarnesi. Og ég ætla bara að tala fyrir sjálfa mig, ef við erum að bera saman til dæmis framkvæmdina á Kleppjárnsreykjum og framkvæmdina við grunnskólan í Borgarnesi, þá þetta bara eins og epli og appelsínur. Og það bara erfitt að endurnýja gamalt húsnæði og það kemur upp alls konar kostnaðarfreka framkvæmdir bara svona afleitar af því að við erum að reyna að lappa upp á eldra húsnæði og ég held bara til framtíðar litið og til dæmis við byggingarnar sem við erum að fara í á Kleppjárnsreykjum að þá sé bara sniður að horfa til þess að við séum að rífa og byggja nýtt því að kostnaðaráætlanir varðandi bygging og leikskólanum Hnoðrabóli, þær stóðust eins og stafur og bók sem snýr á húsnæðinu sjálfu, þar sem var rifið og byggt nýtt. Þannig að það eru ýmsir svona vankantar sem hafa komið í ljós við lagfæringar á þessu gamla húsnæði við grunnskólanum í Borgarnesi. En ég ætla að gefa Magnúsi Smára orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn. Það auðvitað ljóst að og það hefur bara verið sagt hér skýrt að fólk gerir sér alveg grein fyrir því að það sem að klikkaði, það sem vantaði var að það væri gerður viðauki við fjárhagsáætlunina á réttum tímapunkti. Það ekki þar með sagt að fólk hafi ekki vitað við áttum fund þar sem að eftirlitsmaður verksins sem nú stærsta ástæðan fyrir þessum framúrkeyrslum kemur inn á fund byggðarráðs og upplýsir okkur á málið. Þar hefði þurft að bregðast strax við og í rauninni ekki, taka það mál þar inn á nema að vera tilbúin með viðauka í framhaldi. Það bara eitthvað sem þetta náttúrulega auðvitað ekki gerast og við þurfum að koma í veg fyrir þetta. Og mér langar samt svona aðeins líka bara að velta því fram, varpa því fram hvaða,
ef að það hefði nú farið svo að vantrauststillagan hefði verið samþykkt og Framsóknarflokkurinn hefði komist til valda, hvað annað heldur en það sem nú verið að gera í stjórnsýslu Borgarbyggðar með þessum úrbótum fyrst og fremst á gæðamálunum, hvað annað væri lagt til? Hver væri lausn Framsóknarmanna á þessu máli? Umfram það sem nú verið að gera. Bara velti því upp, sko. Eins og ég verið að segja fyrir á þessum fundi, það hafa verið lagður rosalega mikil áherslu á að gera ákveðnar endurbætur í tengslum við þetta og ýmislegt fleira og við teljum okkur bara vera með það í farvegi. Ég sé bara ekki hvað annað er hægt að gera en auðvitað við fáum þessa sundurliðun og við fáum þá væntanlega nýja verklagsreglur þar sem við skerpum á þessu. Við sjáum þess merki nú þegar á fundum byggðarráðs að það verið að breyta ákveðnu vinnulagi kringum þetta og bara full ástæða. Ég bara viðurkenni það alveg að þarna hefði þurft að halda betur á málum til þess að það væri gerðir viðaukar á réttum tíma en ég held að fólk hafa alveg verið meðvitað upphæðina sem hafa verið að þú veist, hvar það liggur nákvæmlega í tíma fullir ég ekki en ég held að bara, þú veist, ég velti þessu upp hvað væri gert öðruvísi ef Framsókn hefði verið við völd eða væri við völd eða fengi völd. Takk fyrir þetta Maggi, eða Magnús. Guðveig hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Guðveig. Já, forseti og fundarmenn, að sjálfsögðu það Magnús Smári sveitarstjórnarfulltrúi að hvorki Framsóknarmenn né meirihlutinn snúa dæminu við á einni viku. Það sem í rauninni það má eiginlega segja það að sú bókun sem lögð fram í dag eftir næstum 3 ára samstarfi þessari sveitarstjórn, það sem ítrekað hefur verið talað og bara maður fer í gegnum fundagerðir sveitarstjórnar síðustu 3 árin, þá ítrekað talað að það sé verið að vinna í verkferlum, að það sé verið að bæta og gera úrbætur á verkferlum og þetta náttúrulega langhlaup og við í minnihlutanum höfum alveg gefið meirihlutanum ákveðið svigrúm þessi 3 ár til þess að vinna að úrbótum. En niðurstaðan sú að núna eftir 3 ár að þá virðist lítið hafa þokast áfram og það ástæðan fyrir því að við erum að leggja fram þessu vantrauststillögu. Ég get bara fullyrt það að mín skoðun sú að við hefðum bara unnið þetta öðru svo að meiri festu. Ég hef nefnt það áður í að mér þyki þessi meirihluti óþarlega mikið tefjamál, óska eftir skýrslum hitt og þetta en framkvæma lítið og eigi mjög erfitt með að taka ákvarðanir. Og það það sem í rauninni þarf til þess að hlutinni gangi upp, bæði hvað varðar fjármál sveitarfélagsins og framgang. Það það að það sé pólitísk forysta ákvarðanatökur. Og ástæðan fyrir því að við leggjum þessa bókun fram í dag, okkur þykir málum hafa verið hummað áfram ansi mikið síðustu 3 ár og alltaf bent á einhverja vinnu sem yfirstandandi úrbætur og breytingar á verklagi, skýrslur og úttektir fagaðila, en lítið hefur þokast áfram. Ég verð bara viðurkenna það. Ég vona að við séum á leiðinni rétta átt með þetta, en þolinmæði okkar eiginlega á þrotum þegar kemur að því að bíða eftir því að sjá úrbætur. Takk. Takk fyrir þetta Guðveig. Forseti hefur áhuga á því að taka aðeins til máls efnislega undir þessu lið. Það ætla því að fela Magnúsi Smára að taka við fundarstjórn í smá stund, svona til að hafa fundarsköpun í lagi. Já, þá gef ég orðið laust. Fundarstjóri eða varaforseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Mér langar kannski upphafi að benda á að rekstrarniðurstaða ársins fyrir samstæðu A og B-hluta jákvæð. Hún jákvæð 112 milljónir þegar í mörgum öðrum sveitarfélögum verið að reyna að loka götum og reksturinn neikvæður. Það hafa verið mjög stór og
bara umfangsmikil verkefni sem við öll í sveitastjórn höfum verið að takast á við síðustu árin. Ég átta mig á því að það náttúrulega töluvert af þessu fjármunum sem stærra framlag úr jöfnunarsjóði heldur en við gerðum ráð fyrir, en það líka aukning á tekjum. Og það aukning á tekjum þrátt fyrir að sé færri fækkun íbúa og það mjög jákvæð tákn á lofti varðandi uppbyggingu í sveitarfélaginu að þeirri stærðargráðu sem hefur ekki verið í mörg ár, jafnvel áratugi. Og í þessu samhengi nefni ég til dæmis uppbyggingaverkefni í Bjargslandinu. En það langt síðan svona stórt uppbyggingaverkefni hefur komið inn á borð sveitarfélagsins og þetta verkefni var unnið undir forystu þessa meirihluta og snúið áfram af þeim aðilum sem þar sitja. Varðandi gagnrýni á að lítið hafi verið gert, þá vil ég bara benda á það að það hefur verið heilmikil vinna í gangi varðandi úttektir á gæðaferlum, efla faglega þekkingu inn í ráðhúsinu og já, það hafa verið unnar skýrslur, en við viljum bara vinna þannig að við séum að byggja ákvarðanir á gögnum, en ekki bara hvað okkur finnst eða brjóstvitinu einu saman. Við berum mikla ábyrgð við sem sitjum í sveitastjórn sveitarfélagsins og við verðum að geta tekið ákvarðanir sem eru grundvallar á gögnum og raunverulegri þekkingu, ekki bara tilfinningu. Það væri líka gaman að heyra, þó að þið hafi talað um það ítrekað í minnihlutanum, að það skorti yfirsýn. Við séum ekki að taka réttar ákvarðanir, við séum ekki að taka ákvarðanir. Fjármálin sé að fara út þúfur, þrátt fyrir allar tölur sem að snúa að rekstri sveitarfélagsins sýni annað. Þið hafa ekki komið neina tillögur. Þannig ég skil ekki eiginlega hvað þolinmæðir og þrotum hjá ykkur. Þið gætu alveg komið með einhverja tillögur það hvernig þið myndu vilja sjá þetta breytast. En það bara svolítið sorglegt að horfa til þess að þið hafi kosið að vera bara fúl á móti, þið vilja ekki vinna með okkur í neinu og þessi fundur, hann bara kristallar það ástand sem að ríkir inn í sveitarstjórn hér í dag. Og það 3 ár liðin frá kosningum en þetta ennþá svona. Og það hefði verið gaman að sjá raunverulega tillögur hjá ykkur, grundvallaðar á gögnum, ekki bara tilfinningu og raunverulegar tillögur að einhverjum samvinnu grundvalli í hinum ýmsu málum. En það hefur bara ekkert borið á neinu slíku. Og það krefst náttúrulega mikillar þolinmæði að sitja hjá og horfa bara á og segja bara hlutina en gera ekki neitt. Já, það getur vel verið það krefist þolinmæði. En ég spyr það bara á móti, hvað myndu þið vilja sjá öðruvísi við rekstur sveitarfélagsins? Hvaða tillögur fjárhagslegar eru þið með til þess að bæta þessa stöðu? Ég er bara alveg tilbúin að hlusta þær allar. Já, það eiginlega bara svona það sem ég vil koma á framfæri. Þú veist, hér bara mjög jákvæð tákn á lofti og það bara mikilvægt að við tölum líka svolítið upp það sem verið að gera. Í staðan fyrir að reyna að hengja sig á allt sem getur verið neikvætt eða verið einhverju svona skotgrafar pólitík eins og það kallast. Og ég bara ítreka, mér bara sorglegt að samvinnan sé ekki meira en þetta eftir 3 ár vegna þess að ég held að sveitarstjórn sé samansett og þannig einstaklingum í dag að það hefði verið hægt að koma á mjög góðu og áhrifaríku samstarfi ef að fólk hefði kosið að setja sig í þær stefningar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Lilja, já, ég gef það bara orðið laust. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það, varaforseti og ágæta sveitarstjórn. Ég gerir mig grein fyrir því að rekstur sveitarfélagsins eða staða sveitarfélagsins að loknu síðastliðnu ári, hún slapp fyrir horn. Og ég held við getum þakkað bara prýðilega góðri ríkisstjórn, það að miklu leyti. Ríkisstjórn sem ákvaða að standa með sveitarfélögunum og halda við jöfnunarsjóðnum og greiða styrki, auka atvinnuleysisstyrkina. Sko, þetta gerði það að verkum að útsvarstekjur sveitarfélagsins urðu nánast á pari við það sem að upphaflega áætlun ársins gerði ráð fyrir sem áætlun sem var gerð áður en að menn vissu hvað COVID var. Og þetta gerði það líka að verkum
að framlög jöfnunarsjóðs urðu nánast að pari við þær upphaflegu áætlanir. Þetta gátum við ekki vitað í haust. Mér þætti líka bara gaman að vita hvernig meirihlutin hefði ætlað að afsaka sig ef að þetta hefði ekki staðist. Þá væri ástandið ekkert sérstaklega fallegt á þessum ársreikningi. Þá værum við bara að horfa fram á talsvert mikinn halla af síðasta ári. Læt það duga í bili. Takk. Já, takk fyrir þetta, Davíð. Ekki orðið laust. Lilja, gjörðu svo vel. Og svo Guðveig. Já, takk fyrir þetta Magnús, varaforseti og kæru sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ítreka bara, þið með einhverja aðra lausnir sem þið myndu vilja sjá að við tökum afstöðu til núna þegar við erum að fara í að taka upp ákveðna hluti í fjárhagsáætlun? Hvað eru þið að leggja til? Þið komið aldrei með neinar efnislega tillögur, hallið ykkur bara aftur og gagnrýnið. Þannig endilega komið með efnislega tillögur og leggið eitthvað til málanna. Takk fyrir þetta, Lilja. Guðveig, gjörðu svo vel. Já, forseti og fundamenn. Mér langar kannski að vekja athygli á því líka að það hlutverk okkar í minnihlutanum líka að sýna meirihlutanum aðhald og benda á þegar okkur þykir stjórnsýslan ekki vera nægilega góð. Og þá þýðir ekki að fara í fílu yfir því ef allir eru ekki sammála á öllu sem meirihlutin að gera það framkvæma. Ég hef ekki upplifað sjálf að við séum á móti öllu, síður en svo. Og ég held að við getum alveg bara farið í gegnum dagskrá byggðarlags og sveitarstjórna síðustu ár og sé hvað við erum mikið mótfallin ýmsu sem við verðum að gera. En það sem ég vil benda á til að mynda þegar við bendum á þætti eins og síðasta haust, framúrkeyrslu, að þá staðið upp í fullum hnefa og farið á samfélagsmiðla og talað það að við séum að ekki að segja sannleikann, að við séum að búa til pólitískan skrípaleik, að það sem við séum að segja, að við séum að fara með rangt mál. Og þetta í rauninni eina ástæðan fyrir því, ef það ekki að taka gagnrýninni málefnalega og rýna ofan í henni og segja ef til vill eitthvað sem megi skoða og laga í staðan fyrir að úthrópa gagnrýnina sem lygi. Að þá held ég að við sjáum öll hvaða niðurstöðu það geti leitt til og auðvitað verður það til þess að gjáin verður meiri á milli manna og traustið ekki til staðar því að ef við erum að taka eitthvað dæmi þá það til dæmis eitt dæmi það að ekki sé á okkur hlusta þegar við erum að benda á hluti og ég ætla svo sem ekki að fara nákvæmlega út í allt sem við höfum bent á hérna sem snýr meðal annars að bara stjórnun og starfsmannamálum að það hefur verið hunsað. Þegar við höfum bent á til að mynda kvartanir sem hafa komið frá íbúum tengt stjórnsýslunni slíkt og það hefur ekki verið hlustað. Ég alveg tilbúin til þess að taka saman þær bókanir og ábendingar sem við höfum komið með síðustu árin og við getum alveg farið yfir það hvað mikið hefur verið tekið mark á því eða hlustað. Við höfum alls ekki verið óduglega við það að koma með hugmyndir þegar kemur að úrbótum. Og yfirleitt hefur það verið í einhverjum óformlegu spjalli við sveitarstjórnarfulltrúa og það veit ég að við Davíð höfum bæði gert og komið með tillögur að þannig að það ekki rétt að segja það að við höfum ekki komið hugmyndir eða átt samtalið. Heldur bara náttúrulega gríðarlega mikil viðkvæmni fyrir því þegar við erum að benda á einhverja vankanta. Það hefur aldrei verið þakkað fyrir uppbyggilega gagnrýni eða ábendingar. Það yfirleitt þannig að viðbrögðin eru svona eitthvað sára móðgun eða það reynt að klóra yfir og væna okkur að vera ekki að segja sannleika. En ég
segi það að þessu sögðu að íbúar og í sveitarfélaginu eiga það auðvitað inni hjá sveitarstjórn að hún gerir sitt besta til þess að reyna að starfa saman og það alveg sama hvernig fólk hefur kosið hér í sveitarstjórnarkosningum og það okkar hlutverk að vinna saman þá viljinn til þess þarf náttúrulega bara að vera á báða bóga. Það ekki bara þannig að við eigum að sýna samstarfsvilja og samþykja allt sem meirihlutin gerir en það kannski þeirra hendi sem hvenær þeir vilja samstarf eða samtali við okkur. Það var ekki meira í bili. Takk fyrir. Þetta Guðveig ekki vorðið laust að nýju. Nú förum við nú sennilega bráðum að tæma einhverju leyti. Halldóra Lóa og svo Lilja. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn. Þetta bara ágætið samtal hérna sem á sér stað og hérna það svo sem enginn að segja að það hafi engar tillögur komið frá minnihlutanum. En það hafa ekki verið margar hins vegar. Viðkvæmnin er nú líka greinilega á víða hérna, en ég man ekki eftir því að það hafi verið vænt lygar eða annað slíkt. En sjálfsögðu tökumst á og við gagnrýnum hvort annað. Og það það bara á báða vegu að fólk þarf að þá geta tekið þeirri gagnrýni. En það hefur líka verið boðið formlega til þess að auka samstarfið á milli minnihluta og meirihluta og því hefur ekki verið tekið heldur sko. Þannig að við getum að sjálfsögðu bætt okkur í þessu en ég ætla samtalið að mér að taka undir það að það meira gagnrýni og minna tillögur og gagnrýni og það að sjálfsögðu rétt minnihlutin á að halda meirihlutanum á tánum og vera með aðhald og koma með gagnrýni en það hægt að gagnrýna á marga vegu. Það þarf ekki alltaf að vera með stórar upphrópanir og hérna. Já, ég ætla að láta þetta duga. Takk. Takk fyrir það, Halldóra Lóa, Lilja Björg, gjörðu svo vel. Varaforseti og kæra sveitarstjórn. Ég ætla ekki að lengja fundin mikið en ég ætla bara svona aðeins að taka undir það sem Guðveig sagði áðan að því leyti að ég held að sveitarstjórn sé í svona 95% tilfella sammála afgreiðslu mála. Það eru þessi 5% sem stundum tekist á og auðvitað hafið alveg komið með málefnalega gagnrýni. Stundum hefur verið málefnalega og stundum ekki. Stundum hefur við brugðist við á Facebook og stundum ekki. Stundum hefur við birt gögn sem við teljum renna stoðum undir okkar hlið í málinu eða annað slíkt og það bara eðlilegt svona í ljósi stöðunar myndi ég segja. En það þeir hafa ekki komið mikið af svona tillögum opinberlega inn í það sem við erum að gera sem væri kannski ein leiðin til þess að hafa áhrif og líklegri til samvinnu heldur en gagnrýni. Til dæmis finnst ykkur þessi gagnrýni og tillaga og það sem við erum að fjalla hér í dag, finnst ykkur það málefnalegt? Finnst ykkur þetta málefnaleg leið til þess að koma á meiri samvinnu, að bera upp vantrauststillögu algjörlega okkur á óvörum inn á sveitarstjórnarfundi? Þetta líklegt til samvinnu? Og að því sögðu að þá eru þið svolítið með, boltinn svolítið hjá ykkur, ég meina þið getið fallið frá því að við munum kjósa þetta hér í dag. Við erum búin að ræða þetta og fara yfir málin og þann grundvöll sem þið eruð að byggja ykkar tillögu á. Þannig að ég skora bara á Framsóknarflokkinn ef hann svona hlynntur samvinnu að falla frá þessari tillögu. Takk fyrir það, Lilja. Eru fleiri sem vilja kveðja sig hljóðs? Halldóra Lóa, ertu með? Nei. Já, þá var ég að hugsa að óska eftir því að forseti taki við fundarstjórn að nýju. Takk fyrir það, Maggi. Þá tek ég að mér sveitarstjórnarfulltrúa hattinn og verð aftur fundarstjóri. Eru fleiri sem vilja kveðja sig hljóðs undir þessu lið? Áður en málið verður tekið upp til atkvæðagreiðslu. Svo virðist ekki vera, þá liggur fyrir tillaga fulltrúa Framsóknarflokksins Davíð Sigurðssonar að lýst sé yfir vantrausti á störf meirihluta í sveitarstjórn.
og ætla ég að biðja þá fulltrúa í sveitarstjórn sem lýsa yfir vantrausti á núsitjandi meirihluta og hans störf vinsamlegast að gefa merki. Það eru 4 atkvæði og þeir sem á móti eru. Það eru 5 atkvæði, þannig tillagan er felld. En kæru fundamenn, þá er dagskrá fundar tæmd, áhugaverður fundur að baki og forseti þakkar sveitarstjórnarfulltrúum fyrir góðar og málefnalegar umræður, starfsmönnum fyrir sitt framlag og segir sem ágæta fundi slitið.